Já, velkomin á Frelsi TV. TV. Ég heiti Axel Pétur Axelsson og ég er starfsmaður Frelsi TV. Eini fyrsti og aleini starfsmaðurinn hérna. Það er bara ég og fórstjórinn, konan mín náttúrulega. Þannig að það eru stuttar boðleiðir í þessu fyrirtæki sem er ekki einu sinni fyrirtæki, heldur bara ég. En hérna skal ég segja ykkur, ég var að hlusta á upptöku sem ég gerði í gær sem að heitir Rantið. Ég á það til að hlusta á mig sjálfur stundum. Það gerist fyrir mig. Þá fór ég að velta því fyrir mér að hljóðgæðin hjá mér á einhverju svona rantrás, þar sem ég nú bara svona túristi að ferðast á sjústreng, eins og segir í einni bók. Að ég er bara að gera þetta allt saman hérna með reim kostnaði, og ég fór að velta fyrir mér ef að ég næ RÚV gæðum bara hérna fyrir smáera, í hvað eru allir þessi milljarðar að fara í RÚV? Hvað er það? Screw you, sko. Það er eitthvað svolítið screw you í gangi þar, held ég. En reyndar er leyndardómurinn til þess að fá mjög gott hljóð er að vera alveg hérna ofan í mikrofónunum. Þá nærðu miklu betra hljóði. Þið heyrið það, leiðið ekki nær, þá virkar hljóðið. Ég reyndar með mixer sem er mjög mikilvægt líka og er með kompressor. Það verður eiginlega að vera með kompressor til þess að fá þetta að virka. Og ég er með hérna tjald að baki sem er svona tvöfalt IKEA tjald sem að dempar hljóðið mjög mikið. Og svo er ég með á gólfunum hérna svona bara teppi svona, eins og maður notar í sófanum, svona sófateppi. Og ég er með hérna mjög þykkt teppi hérna á, gamalt þykkt teppi á borðinu sem hann nær út fyrir og niður á lappirnar á mér, þannig að það kemur ekkert reverb neðan frá borðinu. Og ef að ég hefði byggt þetta stúdíó sem ég er með hér sem ríkisstarfsmaður hjá RÚV, þá hefði þetta aldrei kostað minna en 15 milljarða að gera þetta. Sjálfsögðu ekki, sko. En hérna, það er allt í gangi, mikið að gera. Ég skora á ykkur að kommentara hérna í vídeóið. Og ég skora á ykkur að, já, ég ætla að henda hérna linknum ef ykkur vill koma og spjalla live. Ef að ykkur vill mæta hérna. Opin rás, ég bauð einum pólitíkara sem er Facebook-vinur minn, komið viðtal. Það var bara svo rosalega mikið að gera. Manneska sem er alls staðar í viðtölum, var á útvarpi Sögu og er að viðtölum 4-5 sinnum á dag. Bitana. Það er eitt sem ég sakna frá sprekkanum sem ég er hættur að nota reyndar. Það er tónlistin. Það maður getur ekki spilað Frank Zappa sinn. Það er svolítið fúlt, sko. Og hérna ég og Frank Zappa
erum sálu, hvað er kallað? Sálufélagar? Nei, soulmates. We are the soulmates, me and Mr. Zappa. En byrjum hérna á stæðstu ruglfrétt dagsins. Og það er einmitt það. Það er hérna byrju nú við. Það er ég ætla að sýna ykkur hérna vídeóið. Af skot eða sem sagt gaurnu sem átti að vera myrtur þarna í Oregon fylki. Hann er hérna, þetta er sviðsett. Hann er ekkert dauður frekar en alþingismenn og Ponzi svindlarar Íslands. Þeir eru allir jafn dauðir og búa allir á sama staði í Elysium. Og hérna ég var að horfa á þetta vídeó svolítið. Og ég er sannfærðari núna en nokkru sinni áður að þetta er sviðsett. Og þið sjáu það svolítið á hérna þið sjáu það á atburði á þessu vídeó sem var birt þar sem þið sjáu að þessi drón sem tekur vídeóið að það er alveg greinlegt að hvíta bílnum er stýrt í gegnum talstöð og hérna hann stoppar þarna og þeir lögreglubílar eða þrír stoppa fyrir aftan hann og í lengri tíma er hann stopp þar og hérna síðan þá sjáum við drónin fljúga svona og fara upp og niður veginn og að gefa eitthvað svona yfirsýn yfir svæðið og hérna þegar að drónin er búin að sýna ykkur yfirsýnina þá fer drónin í rólegheitum inn á hvíta bílinn. Það er líka táknmál í svörtu bílunum og hvítu bílunum. Hvítu bíllinn er dúfan eða fórnardýrið og svörtu bílarnir eru hrægamannir. Og hérna já, það kom fullt af spurningum. Ok, ég fer í síka á eftir, en hérna sko ég er að reyna að starta upp vídeónu hérna. Ég held að 250 megabit í eináttan og 100 í hina væri yfirdrifið nóg. Það er víst alltaf svo mikið að leyniþjónustu minna á rásinni hjá mér. Ekki það ég sé að gera neitt leyndó, sko. Ég er voða lítil svona leyndar vera og er voða mikið að svona gagnsæis vera. Ég er meira inn á þeirri línunni. Ef þetta vídeó drullast inn í gang, þá skal ég sýna ykkur það. En sem sagt, þá sjáið þið á vídeóspilinu að þetta er leikrit, sko. Og atburðarásin meikar akkurat ekkert sens. Og meikar alveg ennþá minna sens þegar ég er að tala með þetta annars að vera með vídeóð í gangi.
En það var í fyrra, þeir sem að, svo er þetta náttúrulega svo mikil kaldhæðni, sko, að þarna eru kúrekarnir að væla og berjast fyrir sínu landi, eins og þeir kalla það. En sannleikurinn er sá að þetta er land sem var rænt af Indíánum. Þannig að þetta er svolítið karma dæmi líka. Þetta er svolítið mikið karma fyrirbæri. Og það er helsta iðja mannkyns eins langt aftur í aldirnar og hægt er að hugsa sér. Þá eru alltaf verið að berjast lönd og landsvæði og núna er búið að heimska þig svo mikið að þú trúir því að það sé ekkert lengur barátta í gangi lönd eða landsvæði. En hérna er þetta footage og ég þarf náttúrulega að passa mig að fyrsta lagi er maður að spyrja hvað eru drónar að gera með krossára og svona jeppa. Og ég þarf nú sannlega eitthvað að hoppa hérna á milli til þess að YouTube fari ekki að vera með vandræði. En hérna sjáu þið gaurinn stoppa, hérna er einhver annar bíl. Hérna sjáu þið gaurinn stoppa, sko. Og hér er allir inn í bílnum. Þannig ég spyr akkur hleypur hann út úr bílnum hér, heldur hann gerir hann það eftir hann er búinn að keyra út í snjóskafl. Og hérna sjáu þið þessar sérsveitir með hund með sér og allt ready til vondra verka. Og þið sjáu að hann stoppar bara hér í langan tíma. Og hérna bara eru þeir kjurrir í langan tíma. Þeir fara ekkert fram með að reyna að handtaka eða gera neitt. Þeir bara eru að chilla hérna. Og svo sjáu þið að það er, ef þið horfið á þetta, ég þori ekki að spila á mikið, sko. Þá fer YouTube að fasistast í mér. En þið sjáu það er svona mynd að taka og svo er verið að taka yfirlitsmynd og svo er oft þegar trén eru fyrir, sjáu þið. Og já, ok, svo sjáu þið hérna að kameran fer fyrir tréð, byrju, hvað það svo mikið. Og sjáu þið, nú er að koma the perfect shot, sko, fyrir drónin. Sjáu þið, hann færi sér nær. Og nú er kvikmyndaleikstjórinn. Go! Við erum með gott skot. Þess að kvikmyndaskot. Og nú er sagt, já, keyrðu núna, við erum með því í mynd. Sjáu þið. Svo er bara allt sett í bótt, sko. Sjáu. Alveg bara í perfektri mynd. Þetta er skriptað, sko. Hann hefur enga ástæðu til þess að fara, sko. Nema að hann sé fullkominn heimskingi, sko. Sem að honum er lýst að hann sé ekki, sko. Svo sjáu þið að drónin eltir hann. Perfect skot. Að áður var drónin í stöðu þar sem að hann hefði ekki náð þessu fullkomna flæði, sko. Þannig að þeir stiltu upp drónunum, svo fekk þessi gaur go ahead. Go, now. Sjáðu, svo fer hann hérna fram hjá afrein. Sjáðu, þetta er smá stund. Hérna, sjáðu, það er vegur hérna niður, sjáðu. Já, hann er alltaf ekkert að taka hann. Hann er bara í sjálfsmorðshugleiðingum, eða ekki. Hann er svo mikill kjáni, þessi snillingur. Síðan fer hérna, svo sjáðu þennan gaur hérna, stekkur fyrir bílinn. Bitu. Þetta er svona rodeo clown sem að hoppar hérna fyrir bílinn. Og nema þetta sé
Ég hef nú ekki haft tíma til þess að skoða nógu nákvæmlega, en þetta getur líka verið sko klippt inn á eftir. Þetta lítur út eins og þetta sé overlay á vídeóið. Sjáðu. Úpp, bíddu, hvaðan kom hann? Þú veist. Ha? Bíddu. Ha? Hvað er þetta? Og ef ég hefði tíma eða aðstöðu þá myndi maður alltaf fara yfir frame by frame á þetta atriði. Og þetta er sennilega overlay. Eða sem sagt, sjáðu. Ha? Hvaðan kemur þú, kallinn minn? Hérna, já, það er hægt að gera svona sniðugt, sko. Þetta er allavega mjög heimsk lögga sem er reyndar stemmir aðallega af því þetta löggur eru allar heimskar. Sjáðu, hann hoppar hérna á bílinn einhvern veginn. Nú, síðan líður og bíður smá stund hérna. Nei, bíddu, hann hoppar, vá! Sjáðu, það er ekkert verið að bíða, sko. Sjáðu, hann hoppar bara strax út úr bílnum með hendurnar upp í loftið. Og allir sem sita í bílnum vita að það er engin undankomuleið. Það er annaðhvort dauðinn eða fangelsi. Hérna hoppar þessi, sjáðu. Og hefði sennilega átt að drepast það því hann var þarna undir framhjólinu. Sjáðu, svo bara hann kominn hérna. Strax. Veitu, ég má ekki sýna dauðaskotið, þá var þetta tekið niður hjá mér. Sjáðu, það er haugur á löggum hérna, sjáðu. 1, 2, 3, 4 og einhverjar fleiri hérna. Og hérna er ein lögga. Og af hverju er hún að koma hérna fram berskjölduð? Af hverju er hún ekki í skjóli á bak við bílinn? Þetta er heimskulegasta sem þetta er að gera. Og þessi gaur hérna, hvað er þessi gaur að gera hér? Sjáðu. Hvaða upplýsingar hafði þessi gaur til þess að vera akkurat staddur hérna? Og hvar er gaurinn sem var hljóp undir framdekkið á bílnum? Og svo hérna, ekki að sýna dauðaskotið, svo er hann hérna sagt að hann hefði verið skotinn og hann liggur hérna. Og það fer engin lögga að hlúa að honum eða neitt slíkt, sko. Eða gera neitt, hann bara liggur hérna eins og dúkka, sko. Og hérna svo heldur áfram eitthvað, líður og bíður, svo skjóta þeir grenades að bílnum, alltaf liggur vinnurinn hérna. Síðan skjóta þeir grenades og svo allt í einu fer að koma fullt af liði út úr bílnum, sko. Bara fullt af fólki í ökuferð, sko. Og hérna, og það er ekkert blóð neins staðar í snjónum alltaf. Það er allt fólk í svona fólskum fánum er blóðlaust. Og svo sjáum þið seinna þegar þeir fara að sturma yfir honum að þá er ekkert blóð heldur. Og hérna sést aldrei einn einasti blóðblettur. Fyrir utan það að hérna fyrir utan þetta fáránlega myndband sem er að birta, dettur ykkur í hug að FBI myndi birta mynd af svona morði sem þeir hafa framið ef þeir hefðu framið þetta morð. Í alvöru, eina dettur ykkur það í 1 sekúndu. Að þeir myndu bara birta þetta því að Bill Hicks bað á það eða veist, akkur er að birta þetta. Þú veist, hvar er öll að myndbandsupptökuna frá 9/11 í kringum Pentagon til dæmis? Veitu, akkur ef þeir eru svona mikið að birta alls konar fínur, akkur birtu þeir það ekki? Þú veist, þetta er bara, það er verið að ljúga ykkur eina ferðina enn. Og því miður þá virðast mjög mikið að fólki alltaf hoppa í sömu gildruna aftur og aftur. En hérna er reyndar channel sem ég hef ekki séð áður. Það er FBI sem er channel. Alltaf NATO með channel, þá vill FBI ekki vera minni glæpóar en þeir. The Company Man. Doing crimes for a decade.
Edited version. Wanted by the FBI. Operation Cross Country 9. Svo mikil heimska maður. Allt þetta fólk, þetta er svona gólem monster drasl eitthvað. Getum alla flokka þetta undir manneskjur eða sem hafa þessar saman. Þetta ekki, hvað finnst ykkur? En já, Hafni, þú ert að tala við hann Guðjón hvernig þú kemst inn á hangátið. Það er smá hopperi og hipperi að komast inn á hangát. Og sko, þú ert ekki að reyna að ná sambandi við Axel heldur, þarft að ná sambandi við Frelsi TV. Og það er ekki sami channelin, sko. En endilega ef þið kunnið á að hoppa yfir hangout húlíhoppið, þá er þið velkomin til mín alltaf. Allir alltaf svo velkomni til mín. Og minnum við, þá skal ég ræða það sem að þið voruð að spurja áðan, sem að er næsta víruspartí, næsta svindl á dagskrá. Og kikkað á það aðeins. En þið munið í fyrra þegar ég gerði myndbandið hvað heit þetta? Fljúgandi úlfaldar, mýflugur og fljúgandi úlfaldar held ég að heita. Þá var ég að tala að það voru svona verið að flytja inn eiturefnin á Landspítalanum. Og þar er ekki bara að leita Sigga, munið það var að vera að segja í gær, það væri ekkert bóluefni til og þetta væri allt bara mannkyn væri bara að dauða komið eftir helgi. Þetta væri bara alveg að vera búið hjá okkur. Að sko, nú hefur verið að segja ykkur það er komið bóluefni, jippi, það er komið bóluefni. Verður tilbúið í október, nóvember? Já. Og það er búið að vera svona mýflugu faraldur í Svíþjóð og Danmörku. Þessir flóttamenn sem var að vera að tala og var ekki fólk, það voru mýflugur sem voru að flýja til Danmerkur og Svíþjóðar. Það hefur ekkert fólk flúið hingað, þetta er allt saman bara mýflugur. Það er náttúrulega ekki oft sem ég sammála þér. Jippi, einhver sammála mér. Það er nú alltaf gaman að fá eitthvað sem er sammála mér. Byttu nú við. Heyrðu Hafni, gefðu mér usernafnið þitt og ég skal reyna að bjóða þér, invita þér. Byttu nú við. Hafni eitthvað. Hafni Rafnsson, ég sendi á það. Invite. Heyrðu, já, ég var að segja. Það er sem sagt verið að segja okkur það að nú á að henda milljörðum í að finna eitthvað við þessum vírus. Vírusar eru blekking, þeir eru ekki til. Og hérna er þessi mýfluga. Mér sýnist það reynda að vera róbotfluga. Ég sé ekki alveg að þetta sé fluga. En þá fór ég að velta fyrir mér
Ég fékk þessa síðu inn á vegginn hjá mér, sjáðu. Zika virus, ATCC, registered trademark, WFR 84, registered trademark. Trademark. Já, sæll Hafni, meistari, stórmeistari. Heyrðu í mér? Já, sæll og blessaður. Já, sæll. Nú er ég að klúra einhverju, sko. Jú, byrju, hérna þetta. Já. Það hefði vel verið að bandíti hjá mér sé eitthvað leiðileg, sko. Ég náttúrulega bara að prófa þetta. Já, það í góða leið. Jú, nú sé ég eitthvað. Ég sé Zika-vírus. Já, einmitt. Ég að fara vírusinn. Zika-vírusinn. Já, ég deildi einhverju í gær. Hvenær kom hann? 1967? 1949 var hann fundin upp. Já, 1949. Ég ætla aðeins að klára þennan punkt, svo tala ég við þig, býtu bara aðeins. Já. Hérna, þetta sem sagt Zika-vírus, hann af MR766 og freeze-dried og hérna verðið á honum. Fyrir gróða þá kostar hann $516, fyrir non-profit það $430. Hérna einkenni hans, hann veldur lömun og dauða. Hérna hvernig þú framleiðir hann í músum og þú nærð að magna hann upp á 5 til 7 dögum, hann veldur lömun eða dauða. Hérna saga-vírusins og það náttúrulega bara tilviljun og Rockefeller Foundation stað sem að lagði þetta inn 1947 og hérna hvar stendur hvað hann specification, já það kemur hérna þá alltaf þegar þessi vírus tókspyrja þá fyrir maður líka að leita patenti. Voila, þetta patent líka. Patent. Það var ekki mitt með ebóluna, það var alltaf að koma með ebólugrín og ebóla, það er hrætt og bara, já, herðu, það með þessa með einhverju, Amerikanar einhverju, þetta ameríska ríkisstjórn sem einhverju. Og þá var bara, það fyrir annan vírus, það var börsta þennan áraðans ebóluvírus. Þá farið skuffu og svo þessi Zika-vírus. Og það patent á honum alltaf líka. Og það Novartis sem á þetta, það fyrirtæki sem meðal annars með Anka á Íslandi. Og það stendur hérna í patentinu, það stendur að þetta sé, já, betur, hvað hljóðinu hörur í mér með Hafni? Það hrikalegt hljóð. Hrikalegt hljóð, það að rístarta mixinum í þess. En núna. Nei, þetta getur líka vel verið að það sé hjá mér, sko. Já, en hlustendur, heyrðu þið betur en núna? Halló. Já, maður ekki með milljarðana sko frá ríkinu til þess að búið græður, sko. Halló, heyrðu núna vel? Ég heyri alveg hræðilega. Já, setjum á það. Það ekki góða fréttir fyrir okkur. En hérna, það heyrist þetta illa, það ekki neitt. Já, það líka alltaf að pompa upp hérna mækin hjá mér. Það heyrist mjög vel í þér, þú ert ekki með einvandamál. Ok. En hérna, já, ég ætla allavega ekki að þetta meira Zika-vírus, þetta getur líka verið Zika-vírus sem hafi áhrif á svona útsettingar. Hérna, ok, en hvað segir Hanni, þú ert í Noregi, þessum að sólin aldrei skín. Ég heyri eiginlega bara ekkert í þér, þannig að ég að pæla í hvort að ég verði ekki að rístarta eða geti það. Eða bara...
líka hjá hlustandanum og þeir heyra ekkert í mér heldur, sko. Bíddu nú við. Já. Heyrist það þá ekkert í mér, eða hvað? Ég heyri bara högt. Ég heyrði að þú sagðir heyrist ekkert í mér þá. Já, það er eitt sem ég get gert. Ég get minnkað bandið mér. Nei, núna, heyrist betur núna. Nú fæ ég upp hátalarinn hjá mér, byrju við. Prófa núna að tala. Já, heyrist betur í mér núna, eða? Nei, þetta er högt ennþá. En núna, heyrist betur núna. Nei, já, alveg eins. Já. En það er alltaf að pompa upp hérna glugginn hjá mér, audio manager. Já. Ég skal ekki segja það. En núna, heyrist betur núna. Nei, þetta er alveg jafnslæmt. Það bandvítinn sem er að fara illa með mig. Ég prófaði þetta í gær Já. og talaði í marga klukkutíma og það hyggst það ekki neitt að það væri gegnum Facebook myndavélina og Google. Já. En hversu illa heyrist í mér? Er það bara hyggst eða er það hvernig lýsir þetta sér? Þú skrollar alveg hrikalega. Já. Ég slekk bara myndavélinni. Heyrist betur í mér núna að það er engin myndavél. Nei, það breytist ekkert. Það breytist ekkert, nei. Nei, þannig að þetta er nú sennilega ekki bandvíti. En það er spurning hvort að við ættum að prófa að restarta bara mér. Ef þú tengist mér aftur. Nei, það er ekki breyta einhvern. Þetta tekur líka smá tíma að rebuffa þetta allir, sko. Skurðningar, skurðningar. Það er nefnilega rosalega skurðningar, sko. Skurðningar? Já, þetta er þetta. Já. Já, nú komum við alveg svakalega fínt hljóð. Já. Það er svona þykkt í auðspannum aðeins. Já. Jæja, hvað segir Arnvin? Hvernig líður þér í Noregi? Ég og hundunum bara einir heima. Já, það er ljómandi fínt. Kona fór til Osloar, sækja síðustu einstaklinga fjölskyldunar hingað til Noregs. Við erum að fá alla fjölskyldur hingað til Noregs. Já, það er nú bara gaman. Já. Hvar er þetta til í Noregi? Ég er í Kristiansand, hérna alveg bara síðst í Kristiansand, nei, í Noregi. Kristiansand, já, þú er með ströndinni þarna. Já, það er keyrt í cirka 4 tíma suður frá Oslo. Og cirka 4 tíma til Stavanger. Já, ég er svona mitt á milli Stavanger og Osloar. Já, einmitt. En það sem er merkilegt við þetta að búa hérna síðst í Noregi og upplifa alltaf sama vetur og Akureyri. Það er rosalega snjóþungt hérna. Já, já. Það er hérna... Í Stavanger er veður svona eins og í Reykjavík. Já. Kristiansand sem er austar er veður eins og á Akureyri. Já, já. Og þeir segja líka upp í Bergensi eins og á Íslandi, alltaf rigning. Já, ég get alveg trúið því. Já, já. En hérna,
Hvernig líst þið nú á sem ég verið að fjalla undanfarið? Ég er náttúrulega að byrja að þakka þig fyrir. Það var þú sem að benti mér á að ég var að villast. Já. Ég hafði samband við þig að stutt eftir ég kom hingað til Noregs og spurði þig hvort þú vissi hvað var að gerast. Já, í sambandi við hvað þá? Í sambandi við lögregluna og lögreglustjórann og þú sendi mér hættulegasta glæpastofnun Íslands. Já. Og það var til þess að ég fór að skoða samhengið í öðru ljósi. Já, einmitt. Ég hélt alltaf að ég hefði bara að tilviljun verið svona random árás, hún væri bara svona geðsjúk lögreglustýran. Já, það hefði verið svona tilviljun. Já, að ég skildi hafa lent í þessu, sko. Já. Síðan hef ég bara eitt gríðarlegur orku í að kafa eins djúpt í lögregluembættið, bara eins og það leggur sig. Já, en það reyndar dugar ekki að kafa bara í eina deildina, sko. Það er eins og að kafa hún í pizzastaðin hjá Soprano, sko. Já. Og þú þarft að sjá samhengið, sko, að það er allt apparatið. Nú er það alltaf að tala spillingu, sko. Ég er búin að vera að setja svolítið á kommentin að spillingin er feluorð yfir skipulagða glæpastarfsemi. Og skipulagða glæpastarfsemin er? Það er náttúrulega allt skattabílið er ein stór skipulagð glæpastarfsemi. Það sem verið að innheimta skatti með valdi er skipulagð glæpastarfsemi, sko. Þrískipt vald? Já. Er það ekki Soprano og svo deildastjórunars og svo morðinginn? Er það ekki þrískipt vald líka? Ég myndi þetta á daginn við þig í sambandi við lögregluna. Já. Að lögreglan, þessi lögreglumenn sem að snúast fólkið í landinu, snúast í kringum fólkið, þú hringir í lögregluna og fær lögregluna til að aðstoða þig ef þú lendir í einhverju sem þú þarft lögregluaðstofið. Kvartar alveg svakalega mikrofónið hjá mér. Nú, hvað er hann að segja við þig? Það heyrist mjög vel yfir, sko, ekkert vesen, sko. Já, ok, ég verð þá bara að láta hann að glugga bara verið uppi. Já. Sko, ég er verið að spá í tenginguna við þrískipt vald og lögregluna. Og það eru rosalega margir sem að halda það að lögreglan og lögreglustjórinn sé það sama. En það er ekkert skrítið vegna þess að lögreglustjórinn, hann titlar sig á marga vegur. Já, sko, þetta er að einu sinni var fyrir langa löngu, þá voru þetta lögreglu þjónar. Já, og voru að þjóna hverju? Fólkinu í landinu. Þetta voru héraðs lögreglustjórar eða bæjar lögreglustjórar og þeir voru í vinnu hjá fólkinu og í nær umhverfinu að vernda þorpið eða fólkið í þorpinu. Já, eða fólkið í þorpinu. Og það er eðli lögreglu og eins og ég hef lýst með siðferði lögreglu að ef eitthvað ræðst á mig þá get ég framselt sjálfsvarnarvaldi mínu til einhvers annars en ég get aldrei ráðist á einhvern og framselt því valdi löglega til einhvern annars að ráðast á einhvern, sko. Og það er það sem hefur gerst með lögregluna og hún er ekki lengur lögreglu þjónar, þeir mega ekki kalla sig lögreglu þjóna og þeir mega ekki kalla sig lögreglu konur, þeir mega bara kalla sig lögreglu menn. Og ég kalla þá bara lögreglu hauga, af því að þeir eru ekkert að vinna fyrir fólki lengur, þeir eru að vinna fyrir valdstjórnar mafíuna sem eru skipulögðustu glæpasamtökin á Íslandi. Og þeirra verkefni er að halda skattabílinu í Ísland og auðlinda búrinu frá almenningi. Það er eina hlutverk lögreglu haugana í dag. Ég nefnilega í pælingu núna því að ég er að tengja saman þrískipt vald og lögregluna og það eru þrjú völd eða þrjú öfl á Íslandi. Það er lýðveldið sem að snýst bara líðinn og líðurinn í landinu er cirka 200.000 manns, 180 til 200.000 manns sem er líðurinn í landinu. 130.000 eru þá svo kölluð þjóð eða þeir sem að telja sig þjóðina. Það eru auðmenn þjóðar og þessi valdamenn þjóðar og þessi sem er að stjórna landinu.
Þeir sem eru að stjórna landinu, þeir þurfa náttúrulega að stjórna línum líka. Eða þeir telja sig þurfa að stjórna línum. Þeir telja sig yfir líðin hafi. Líðurinn í landinu bara maður eins og ég og þú. Við erum vinnulíðurinn, við erum vinnumennandi, við erum verkafólki, við erum þrælarnir. Já, ég kalla þetta bara þræla, því að þetta náttúrulega bara þrælahald. Þrískiptvald, þú varst búin að nefna 2, hvað þriðji í vinkillinn? Ríkislögreglustjóri, hann stofnað 1997, hann 19 ára. Hvað gerðist eftir að hann stofnaður? Já, ég áttam á því, en þú ert ennþá algjörlega fastur í ævintýrasögu valdstjórnarinnar, sko. Þetta líga sagan, sko. Sko, lögreglan tilheyrir línum og átt að venda líðin fyrir líð. Semst ef að þú labbaði heima einhverjum öðrum þræl og lamdir hann í andlitið, þá kom löggan og skammaði þig, slóa puttan á þér. Já. En ef þú labbaðir, semst hún gaf þér ekki tækifæri á því að labba til meistaraðins og berja hann í andlitið, þá ertu nú bara tekið niður, sko. Já, ég held að þessi mynd sem að þú ert að lýsa ennþá smituð af blekkingunni, af því að þetta meira mafía, skipuleg glæpasamtök sem að sko, mafía sem ákveður það bara að nú ætlum við að taka verndartoll af öllum verslunum í Kringlunni til dæmis, eða á Laugaveginum, tökum Laugaveginn. Þeir segja bara nú ætlum við að taka verndartoll af öllum hérna á Laugaveginum og svo fara þeir bara, þú veist, og ef þú borgar ekki verndartollin þá kveikja þeir bara í húsinu hjá þér, sko. Og verslunareigendur sem vilja nú bara vinna við verslunina, þeir eru fljótir að reikna út og það sannlega bara betra að borga þeim einhverja prósentu heldur en að láta alltaf brenna niður á hans verslunina hjá mér. Og þá byrjar svona viðskipta sambandi, sko, og síðan heldur þetta bara áfram og sníkjudýri lifir alltaf á fórnarlambinu, sko. Og svo þegar þetta búið að ganga í nokkur 100 ár eða nokkur 1000 ár, að þá fer mafían allt í að upplifa sig sem guðlegar verur og þeir eru náttúrulega aldrei að vinna neitt, þannig að þeir veit ekkit, sko, þeir hafa aldrei upplifað blessunna því að vinna sjálfur neitt, sko. Og svo hefur þetta fólk einhver afkæmi sem eru ennþá sturlaðir og geðveikari, sko. Þannig að þessi sturlun bara magnast, sko. Og það það sem að gerast og þú sér það, sko, það ekkert lýðveldi á Íslandi, það ekkert lýðræði á Íslandi eða hvergi í heiminum einu sinni. Það ekkert svona neina svona beauty, það bara innheimta á verndartollum af þinni vinnu og því sem þú ert að bardúsa eða það allt brennt niður hjá þér. That's it. Sko, hvað þá Alþingi? Það bara blekking. Það þing. Já, ég meina, ef að Soprano og félagar, víst, hann getur ekki stjórnað öllum heiminum með mafíunni sinni, þannig að hann mætir á svona mafíufundi þar sem að þeir bera saman bækur sínar og hjálpa hvor öðrum, skilurðu, og þeir eru allir sammála það að ekki að hætta að glæpast, sko. Þeir eru bara að velta því fyrir sér, sko, já, heyrðu, þessi gaurar hérna eru að ógna okkur, við þurfum að eyða þessari nýju mafíu sem að reyna að komast inn og þeir eru allir sammála að halda valdastöðu sinni í að innheimta einhverja verndartolla eða guðsgjöld eða einhver gjöld, sko. Og það eru allir mafíósarnir sammála það og það all þessi blekking þegar að NATO að hittast þess að vernda okkur eða Sameinuðu þjóðirnar eða sem Sameinuðu þrjótarnir eins og ég kalla það bara svona mafíuþing hjá Soprano, sko. Og svo eru menn alltaf og svo svona til þess að verslunareigendur veist þeir kannski einn daginn þá segja þeir allir bara, heyrðu, við bara hættum allir að borga núna, við nennum ekki þessum verslunarrekstur lengur. Og þá þarf mafían einhvern veginn, nei, heyrðu, rólegir. Við sitjum svona þing, þar sem þið megi velja daginn sem við komum og berjum okkur út úr peninginn, sko. Veist, þetta, ef þú sér þetta í þessum mafíuljósi, þá gengur dæmið upp, sko. Eða hvað? Hvað finnst þér? Sko, ég set ekkert út á þessa pælingu, sko. En við fórum í smá svona rússipanna út af lýðveldinu, ég og Guðjón, og þú reyndar sást það líka þetta þegar Guðjón sannaði það að lýðveldi var blekking.
Já, þess að lýðveldið blekking að því leyti að það bara sett á með ofbeldi. Já, manstu hvernig kosningarnar voru þarna í mars 1944? Þeir dældu í fjölmiðlana, kjörseðlinn og að búið að setja X-inn í reitina. Já, og hver taldi upp úr kössunum? Og hver taldi upp úr kössunum? Já, líðurinn sem að í raun og veru tók við lýðveldinu, því að það var einhver sem að tók við lýðveldinu, hann fattaði aldrei og hefur ekki fattað það ennþá það í dag fyrir hvað lýðveldi stóð. Það var sem sagt þing lýðsins, umboðsmaður alþingis í raun og veru bara umboðsmaður lýðsins. Þetta allt saman blekkingar. Já, býtu, þetta allt blekkingar. Þetta samt mikið valdi í þessari stofnun. Umboðsmanni alþingis? Jú, ég skrifa á honum allmörg brefi eftir ég kom hingað til Noregs. Já, og hvað hefur fengið tilbaka? Mikið að bréfum með hann? Nei, ég gafst upp á honum vegna þess að hann skrifaði mér alltaf, ok, ég veit það. Ég var ekkert að fara fram á það að vita hvað hann vissi. Já, en ég meina, sama getur þú sagt bónda sem að rækta dýr til þess að mjólka þau og drepa þau. Bændum þykir yfirleitt mjög vænt dýrið sín, skilur. Já. Og ef eitthvað dýrið veikist, þá hringir bóndinn á dýralæknir, ekki? Já, og borgar hann fullt af peningum. Já, ok, segðu mér eitt þá. Út af hverju fer þá lögreglustjórinn, eða lögreglustjórarnir, bæði ríkis og sveita. Út af hverju fara þær þá í öll þessi sæjóp og til þess að koma ólögum fyrir inn á þingi lýðs? Þetta snýst allt compliance. Sko, ef þú ert skattabóndi eða bara hvaða bóndi sem þú ert með húsdýr og það einhver hluta beljónu sem bara, bara gerir allt liðið sturla, þannig að hleypur í allar áttir, skilur. Þá þarftu einhvern veginn að ná stjórn á hjörðinni, sko. Og til þess að ná stjórn á hjörð í bóndabíli, ef einhverja 3-4 beljur sitt alltaf allt í háar, þá ferðu bara með þær í sláturhúsi, sko. Og það eitthvað gert af mannfólki líka, en það aðeins flóknara, því að við höfum örlítið meira vit heldur beljur. Og sæjópin eru einfaldlega compliance control mekanismi. Að það aldrei auðveldara að stjórna fólki heldur en þegar það skítrætt. Og þegar fólk skítrætt, þá hleypur það bara beint í fangið á mafíunni, sko. Og það það sama með eins og sikkileysku mafíuna, að þeir hafa, þú veist, ef einhver kona verður ekkja með 7 börn, þá fer hún til mafíósan í bænum, sko, og hann reddar henni. Þannig að meira sem mafíur hafa alltaf sinnt gríðarlega miklu félagslegu hlutverki. Þannig að það breytir engu glæpinn, sko. Þú veist, mafíósi glæpósi, hann drepur alla samkeppni, hann hagar sér sem mafíósi, þótt hann hjálpi ekkjunni með 7 börnin, sko. Það afglæpar hann ekkert, sko. Já, ég náttúrulega að pæla í hlutum, sko, sem ég á sjálfur mjög erfitt með að koma orðum að. Já, reyndu. Það gaman að fá vinkla. Já, það sko, ég hef verið að stúdera rosalega mikið heimilisofbeldið og eins kynferðisofbeldi, en ég má ekki tala kynferðisofbeldi, því að þeir eru þannig búin að koma því þannig fyrir að ef ég nefni orðið kynferðisofbeldi, þá sér fólk einhverja sérstaka mynd eða fær einhverja mynd upp í hugan sem að það höndlar ekki. Já, það líka breytar engu. Ofbeldi ofbeldi. Það skiptir ekki máli hvaða tegund það er. Já, út af hverju ofbeldið þá allt í einu skilgreint? Af hverju verður ofbeldi allt í einu heimilisofbeldi? Því að það eru til lög líkamsárásir. Já, ég meina, hvað líkingu? Út af hverju verður orðið heimilisofbeldi til? Heimilisofbeldi, það byrjar 2003. Já, þetta er bara þjóðfélagsverkfræði, sko. Þetta er bara eins og ef ég ætla að selja bílinn minn, sko. Þá byrja ég kannski, ok, ég ætla að selja þennan bíl á 100.000 kall og þetta er æðislegu bíl og allt það og ég set út auglýsingu, sko, til þess að reyna að ná einhverju niðurstöðu. Og það það hringir enginn, sko, og ég segi, þetta virkar ekki alveg nógu vel hjá mér. Og þá seti kannski aðra auglýsingu, sko, ok, 80.000 kall,
bara á borðið, þá læt ég bílinn og og enginn kemur enn og þá segir ok, ég læt 80 skall og ég kissi þann sem kaupi bílinn, þú heldur bara áfram þangað til hún nærði þessu markmið að selja árans bíldrusluna sem þú ert að losna við og sama með það að hræða fólkið, ná compliance eða ná þessu kontróli, þá halda þið bara áfram með auglýsinguna þá til að ná þeim árangri sem þið vilja og þá bara halda þið áfram heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi, ofbeldisofbeldi, bullofbeldi, bla bla bla, alveg þá til að ná þessu markmiði sem þið vilja, að hræða fólki nógu mikið til að koma að þessum lögum í gegn sem þau þurfa, sem reynda búrina núna og þessi gaur sem var tekinn og látin hverfa jólin, ég hef ekkert frétt meira af honum, þótt ég hafa auglýst eftir honum. Nei. Hver var þetta og hver var þetta, hann var bara sviftur hann í einhverju umferðavega tálma og bara vup og bara hvarf. Já, en býtu, getur ekki bara verið að það sama hafi skeið eins og með fyrirsátinni í Hlíðahjallana? Fyrirsögnin í? Fyrirsátin í Hlíðahjalla. Já, þetta með hann hafi verið að sveifla vopnum heima er bara lygi, sko. Nei, hann var ekki heima. Já, hvar sem hann var. Sagan kom hann að vera að sveifla vopnum, þess vegna hafi sérsveitin verið send. En það ekkert satt, þeir settu bara vegatalma, svo þegar þeir fundu þennan gaur, þá sviftu hann bara öllu, sko. Já, og lúkaði hann bara inni. Hann er bara horfinn. Þetta sem ég var að vara við, með læknisfræðilega fasismannum, sko. Já, það er einmitt þetta sem ég er að tala í sambandi við heimilisofbeldið og geðveikina. Leið þú fyrir að splitta ofbeldi upp í einhverja deildir eða greiningar? Nei, ég skilgreini það vegna þess að ég er sjálfur búinn að lenda í heimilisofbeldi þar sem að lögreglustjórinn ræðst á heimili mitt. Hann rústar heimilinu mínu. Já. Allir halda heimilisofbeldi snúist það að karl og kona sé að rífast og slást. Já, en það er bara eins og Sopranos, hann gerir bara fullt af shit, sko, ég meina, og gaurandi, þú sér, sko, horfið á gamlar Soprano sjónvarpsþætti og þá áttu ykkur á því hvernig er. Meina, hann var með svona undirmenn sem að tók einhverja mellu og börðuna til dauða, sko, og þá var Soprano óbúslega reiður, sko, og þeir drápu mafjósin sem drápu melluna, sko, og þú veist, það er þess að til dæmis landsdómur. Þar var bara hluti af mafíunum gekk allt og langt og það þurfti bara að slátra ákveðna hluta af þessum undirmafíósum sem voru bara alveg búin að tapa sér. Og landsdómur var bara svona héraðsþing hjá meitlurum, sko. Já, ég hef nefnilega, sko, ég lendi alltaf í þessu, þegar ég nefni orðið heimilisofbeldi, sko, þá fer umræðan alltaf út í þessa sálma. Heimilisofbeldi er verkfræði gegn heimilum líðs. Þú ert svo fastur í skilgreiningum. Það er vegna þess að þetta er skilgreint af þjóðfélagsverkfræðinni. Betur, hver er munurinn á heimilisofbeldi eða morðofbeldi? Hver er munurinn? Sko, heimilisofbeldið, blekkingin á bak við heimilisofbeldi er að líðurinn heldur að það sé rifrildi á milli karls og konu. Ég meina... Það er ekki heimilisofbeldið. Ég meina, ef ég lem einhvern á hægri kinnina, er það þá hægri ofbeldi og ég lem einhvern á vinstri kinnina, þá er það vinstri ofbeldi? Ef ég lem konuna mína út í bíl, er það þá bílofbeldi? Já, væntanlega. Skilur þú hvað ég meina? Já. Lögreglustýran, hún er að skapa þessi orð, hún er að búa til þessi orð. En hún upphæðlega fór ekki á stað. Heimilisofbeldi byrjar 2003. Hún kemur út úr skóla 2007. Já, og þú sér það að ég hef til dæmis alltaf bara talað ofbeldi sem eitt fyrirbæri og það er hluta af þjóðfélagsverkfræðin að skipta þessu upp í eitthvað svona stiga á ofbeldi. Ofbeldi er bara ofbeldi, punktur. Já, ofbeldi... Það skiptir ekki máli hvort það er heimilisofbeldi, bílaofbeldi eða út á götuofbeldi eða á grasflötinu ofbeldi eða upp í tréofbeldi. Það breytir engu, það er bara ofbeldi er ofbeldi. Já, en ástæðan yfir að það er skilgreint. Það er þjóðfélagsverkfræðin til þess að koma confusion. Ákveðnum lögum inn í gegnum þing líðs. Því ef að lögin er ekki skrifuð á þingi líðs, þá er ekki hægt að nota þau gegn líðnum. Já, það er reyndar alveg hægt, sko, að það er töluvert stórt apparat að halda gangandi skipulögðum glæpasamtökum. Já, ég veit alltaf það. Og það er svo, sko, það skilur enginn hvað maður að tala nema maður líkið við einhverja bíómyndir og ef að það skilja allir Sopranos, sko, og það skilja allir mafíustar sem er Sopranos
og hérna og sko hann beitir bara alls konar ofbeldi sko. Hann lemur menn í klessu, hann skýtur eða borar í hnéskeljarnar, hann klippir puttana fólki. Er þetta allt saman sitt hvort tegundin ofbeldi? Nei, þetta allt saman ofbeldi til þess að ná ákveðnu markmiði sko. Og ofbeldi alltaf til þess að ná einhverju markmiði sko. Ok, hvert markmiðið? Það compliance og confusion. Og að halda skatta bílinu gangandi og að halda fólki frá auðæfum sínum sem auðlindir landsins. Já, ákveðnum þjóðfélagshóp frá auðlindum sínum. Það ekkert allir sem að lenda í þessu. Já, náttúrulega mafíósarnir hafa það alltaf rosalega gott. Já, íslenska þjóðin hefur það mjög gott og það væsir ekki það fólk. Já, það náttúrulega, ég meina, á bóndabílum bara, þú veist, í aðaldalum, það mismunandi gott að vera, þú veist, það kannski betra að vera belli á einu bíli en á næsta bíli, sko. Já, en ég segi þjóðin vegna þess að ég skilgreini þjóð og líf. Já, ég skil ekki alveg þá pælingu, sko. En hver það þá sem að segir óþjóðalíður? Ég veit það ekki, segðu mér. Það einhver sem sagði þetta í búsáhaldabyltingunni, manstu hver það var? Já, þetta allt saman bara orðagljáfur. Þetta bara í raun svona pælingar sem hafa ekkert vægi, sko. Hver var sem sagði það þegar líðurinn var að skruma, það væri bara líðskrum, að líðurinn væri að skruma? Já, það bara eins og ef að beljarnar að baula í fjósinu og svínin að rýna í svínahúsinu og hænurnar að gagga í hænsnahúsinu. So what? Þau allir í nákvæmlega sömu stöðu, sko. Já, ok. Já, ég veit ekki, ég kannski bara að pæla á öðrum stöðum, sko. Þetta fólk sem verið að reka á milli landa núna, en nú eru 62 þjóðir sem að standa á bak við ISIS. ISIS náttúrulega bara þjóðfélagsverkfræði. Blekkingarnar í fjölmiðlunum eru bara handa okkur líðnum. Já. Já, ég meina, við lesum þetta ekki einu sinni vegna þess að við nennum ekki að lesa bullið því þetta svo mikið bull. Af því þetta bara hluti af blekkingu. Já, þetta herrtækning og þjóðfélagsverkfræði. Þetta sérðu til þess að þeir að senda málaliða í miðbæ Oslo til þess að nauðga konum og þeir að senda málaliða út allar peysu til þess að nauðga konum. Þetta var líka gert í Póllandi. Það voru málaliðar að nauðga þýskum konum út allt sem neyddu á endanum Þjóðverja til þess að gera eitthvað í málum í Póllandi. Það venda stillið þar, sko. Nú fara Ísrael alveg svakalíðar. Nú Ísrael. Já, eða þessi skurningakonur aftur. Já. En núna, það betra núna? Alveg eins. Og þetta skilja hjá þér, hlustendur, kvarta ekki núna undan mér. En þú ert með einhvern hátalara líka, það kemur þú að rífa líka. Já, það eins og að headseti kúpli sig út og þá pompar upp þessi gluggi. Já. Nú var ég exa þá út, en það hátalarinn í fartölunum sem kemur inn, sko. Það eru betur í núna? Nei, það sama. Já, ég betur komin til að hlustendur, sko. Já. En þú heyrir samt hvað ég segja, eða hvað? Já, svona nokkurn veginn. Já, ég get gert fingamál líka. Ok, ef að kíkja á annað mál. Já, það er næsta mál. Ok, kynferðisofbeldi. Ok, ég má ekki skilgreina, ofbeldi bara ofbeldi. Manstu eftir stúlku sem var nauðgað af 5? Nei, já, hann í Breiðholtinu. Já, það var hann í Grindavík einhvers staðar. Þú er rosalega fastur í þessari hugsunargildru með kynferðisofbeldi og ofbeldi þetta og ofbeldi hitt, sko. Nei, sko, ef að þú ert líður og lendir í því að þeir eru nauðgað, þá nærðu ekki að fara fram á réttlætin einstæðar. Þú getur ekki leita til dómstólana eða til lögreglu eða eitt með kynferðisbrot ef þú ert líður.
Það er í einhver staðar í lýðstjórnum það bara æskilegt að lýðnum sé nauðgað. Ef að bóndinn nauðgar rollunni, hvert á rollan að leita réttis? Nei, nú ert að villast. Það gerist ekkert hjá rollinu þó að bóndinn nauðgi rollinu. Fyrir rollan þá út að túna að gráta. Já, það er samt ofbeldi. Hætti rollan að býta gras og fyrir að éta gerjuð vínber. Segja það sé ekki ofbeldi gegn rollinu eða bóndinu? Nei, ég er að segja það er einhver ástæði yfir því að stelpum er nauðgað á Íslandi. Nei, þetta er ofbeldi einhvern spurning. Er það ekki ofbeldi þegar bóndin nauðgar rollinu? Jú. Það er ofbeldi. En hvaða áhrif hefur það á rollinu? Nei, það er alltaf pæling, sko. Nei, það er þetta sem ég er að pæla. Hvaða áhrif hefur það á stúlkur sem er nauðgað? Hvað verður stúlkur sem er nauðgað? Það er bara allt umræða. Nei, ég er að tala um kynferðisofbeldi. Hvernig flestum stúlkur líður mjög illa með það, ég áttum á því. En það er bara allt umræða. Flest fórnarlönd ofbeldisglæpa líður mjög illa með glæpum sem það var fyrir. Þess vegna er að kalla ofbeldi. Já, út af hverju eru þessi glæpi skilgreindir? Kynferðisofbeldi, heimilisofbeldi? Já, til dæmis ofbeldisglæpur að nauðga rollu eða nauðga kálfi. Er eitthvað munur á þeim ofbeldisglæpum? Ég ætla nú ekki að fara að bera saman stúlkur og rollu. Ég er ekki að því. Nei, ég veit það, en sko... Þetta er heimsbyggi, þannig að hún er alveg með tengingum. Nei. Og hvað gerist hjá rollu sem er nauðgað? Ég er að skýrgreina hugtækið ofbeldi. Ef að ég tek vísirhingur, eða þess að ég tek þumalputtan á þér og klipp hann af, er það ofbeldi? Þumalputta ofbeldi? Já. Ef ég tek litla puttan á þér og klipp þér af, er það ekki ofbeldi? Það er lítill ofbeldi, sko. Já, það er aðeins minna ofbeldi. Já, það. En ef ég tek litlu dána, það er næstu ekki ofbeldi. Já, það er óþarf að refsa fólki fyrir það. Það er svo lítið. Þú ert alveg lost. Sko, fyrst þetta... Nei, þú ert alveg lost í hvað ég er að pæla. Nei, ég er nákvæmlega gott að pæla. Þú ert að reyna að blanda inn einhverju upplifun fórnarlömb og ofbeldis við. Það er eiginlega skilgreining. Hvað er ofbeldi? Nei, ég er nefnilega ekki að skilgreina ofbeldi hérna, sko. Ég er að tala verkfræðina bak við ofbeldið. Til þess að þú vitir hvaða verkfræði er bak við ofbeldið, þá þurfum við að skilgreina það. Já, það er nú heitir engin e-maileikur, ég náðist að ístarta en eitthvað. Já, halló, það er einhver e-mailuna. Ég er bara sklunningur á leiti. Já, við það. Þú er þarna. Nei, ég er ekki neitt, ég sá bara munnin á þér hefast. Gat lesið af því. Ekki bús.
Prófa að tala. Nei, ég heyri ekki neitt. Ég heyri hljóð allavega, þannig að það er ekki, ég er ekki mjútaður. Nei, það er allt hljóðfarið. Ég held að það sé búið að slökkva á okkur, sko. Þetta sem ég er að reyna að tala um, það er... Þetta sé headsetið á mér. En ég heyri hljóð. Ég heyri ping og pong þegar þú ert að mjúta og unmjúta. Það prófa. Headsetið er inni og ég heyri hljóð. Nú er ég á YouTube og ég heyri heldur ekki í þér, býttu við. Jú, nú heyri ég þér að gegna YouTube, en þá er ég náttúrulega á allt öðru tíma, sko. Nei, það fór hljóðið aftur. Ég heyri ekki neitt. Farði í tannhjóli á Hangout, byttu við. Tannhjóli á Hangout. Ok, og hvað ég gerir tannhjólið? Og speaker. Þú þarft að velja headsetið þar og segja save. Communication, Højtalere, communication. Já, þú þarft að velja headsetið þar. Hvað gerist núna? Ég heyri alltaf í þér, sko. Nei, ok, þarna komst inn. Býta út af hverju fór þetta breyttist sem er. Þetta er alltaf eitthvað vesen þarna, maður þarf að tjekka á þessu reglulega, sko. Þetta dettur út og inn og í allar áttur. Já, ok. En það er rosalegt background noise hjá þér. Hvað er það að tala þig? Það er background noise. Það er
einhver músík eða einhver læti í gangi hjá þér? Já, heyrðu, hingraði með að ég lækki sjónvarpinu. Já. Já. Það er alltaf gaman að glíma við tæknina. Það er innifalið námskeið í tæknivandamálum hérna í live-inu á Frelsi TV. Við erum svo sjófaðir frelsararnir. Við látum það ekki áhrif á okkur. Nú er þögn í húsinu. Já, nú heyrist miklu betur, sko. Er þetta búið að vera pirrandi þetta hljóð allan tíman? Nei, ekki fyrst. Það byrjaði svo að hækka. En þetta, sko, ef maður er með bakhljóð þá fer það inn á all auto volume og það situr allt í rugli í Hangoutinu, sko. Já, ok. Því að Hangouti reynir að hækka og lækka því, sko, ef það er svona background noise þá fer allt í ykkur, sko. Nei, sko, ef við tökum umræðinni af þessa skilgreiningu í sambandi með ofbeldi þá er eitt í gangi. Það er þetta kynferðisofbeldi. Já, nú datt niður voljúmi hjá þér svolítið. Það skal vera svona? Nei. Ég er ekki með voljúm taka á þessu headseti. Það datt allt í henni bara niður voljúmið, sko. Það farði í tannhjólið aftur og tekkaði á því að réttu mikrofón sé valinn þar. Ok, nú, mikrofón. Og það er best að velja nafnið á mikrofóninu, sko. En það svolítið lágt. Það eru þrír mikrofónar, sko. Já. En við getum pröfað það, við sjáum hvernig hlustendur, ég veit ekki, hvað segirðu? Hvernig núna? Er það verra? Það heyrist rosalega lágt í þér, sko. Ég hef bara talað hærra. Já, bara öskra. Það er bara öskra. Já. Það er bara hækki í tölunum. Já, nota bara gamla landsímann. Já. Þegar ég er að tala um kynferðisofbeldið, þá er ég ekki að tala um kynferðisofbeldi sem á sér stað hjá liðnum sjálfum. Heldur ég er að tala um það ofbeldi sem að stjórinn er að beita fólki, skilur við? Já, þess vegna er ég að tala um bóndan sem er að níðast á dýrunum sínum. Þú manst kannski í Skotlandi, þar voru sett lög um það að ef einhver gifti sig, þá þurfti brúðurinn að eyða fyrstu nóttinni hjá elitinu, sko. Var það svona í Skotlandi? Já, þannig var það í Skotlandi þegar Bretar rúluðu yfir því. Þannig að, sko, það er bara það sama, þú veist, sko, þetta er skipulögð glæpasamtök sem eru að þessu öllu. Láttu mig vita það vegna þess að það hefur ráðist á stelpuna mína. Já. Út af því hvað ég er að tala um á internetinu. Já, ég meina, ofbeldismenn svífast einskis, sko. Þeir bara gera það sem þeim sýnist. Já. Þetta er þriðja eða fjórða tala sem ég fengi mér hérna sín í kominga til Norges. Það eru að hakka þær í butt þessa tölvunum. Já, svo má maður nú ekki halda allt sé vondi kallinn, sko. Þú veist ekki ennþá hver ég er, sko. Nei. Ég má ekki segja það. Nei, ég meina, ég veit ekkert hver neinn er. Þetta er bara filosófíu pælingar hjá mér. Ég sjálfum sér. Ég sagði það einhvern tíma við Guðjón Reynberg hver ég væri. Já. Hann kitti það ekki. Nei. Þannig að ég er svona frekar bara sleppi. Ég er yfirleitt bara uppnefndur þegar ég nefni það. Þetta er ekkert svona á Íslandi. Nei. Ég
Já, þetta bara svona. Annað sem að ég að taka eftir að þeir sem að eru brott fluttir frá Íslandi, Já, ekkert mál fyrir mig að halda í þá á Facebook. Þeir sem að búa á Íslandi, þeir hrynja í hrönnum af Facebookinu. já, það vill, Af 2000 manna Facebook á 3 árum en konur niður í 700. já. En þú þarft einhvern veginn að finna voljúmtakkan á mækinu, hlustendur heyra lítið í þér líka. Það hérna, Það einhvers staðar í kontrolpannin hérna. já. Nei, það óbúslega erfitt náttúrulega fyrir fólk að sjá út úr þessu, þegar við erum náttúrulega sett inn á ofbeldisstofnun bara strax og við fæðumst næstu því. Og það bara það sama á með fiskinn. Það síðasta sem fiskurinn áttar sig á að hann lifir í vatni, sko. Já, það náttúrulega bara eðlilegt. Já. Við erum líka hægt að anda á okkur súrefni af því að það mjög slæmt súrefni. Já. Það eitthvað til dæmis, ekki vil maður lendi því. Nei. Ég sé nú ekki að hækka lækka taka. Já, það bara allt hérna niður þannig að þú varst að hreyfa hundinn í kringu þig. Svo rekið í eitthvað þá eða? Það ekki skipting á þessu mæk. Ég skipti nefnilega mæk sem að var með voljúmtakka, sko. Ég veit ekki, ertu með rétta mæki núna þá, þú veist? Já, Þú ferði í tannhjólið, sko, þetta liggur yfirleitt í tannhjólið, sko. Það mikrofón, fyrst kameran, svo mikrofón og svo spíkarinn, sko. Já, þarna kom það. Þarna fór það aftur? Já, þarna kom það. Nú það rétt. Heyrðu ágætt í mig núna? Já, núna heyrðist ágætt í þér. Og þá þetta mikrofón sem heitir eitthvað, það Já. Þeir eru svo margir, ég skil ekki út af hverju þeir eru svo margir. Nei, þá bara að vita hvert á rétti er. Ég í gegnum fartöluna, en náttúrulega mikrofón á henni, sko. Já, þess að nota ég tannhjólið, sko, og ég stilli beint inn á mækinu. Ok, og allir heyra ágætt í mig núna? Já, það heyrist núna. Já, en sko, líka þegar þú ert að tala ofbeldi, það sama eins og þegar ég verið að tala þessa fölsku fána og þessar blekkingar. Já. Þá alltaf verið að segja, sko, já, en hvað með ættingja þessa fólk sem hefur hugsanlega kannski dáið, eða hvað með þessa, það bara önnur umræða, skilur. Já, þegar ég að tala kynferðisofbeldi, sko, þá ég ekki að tala fórnarlömbin, þessar stelpur sem hafa lent í þessu ofbeldi. Jú, þú varst að tala það áðan sem rök inn í skýrgreiningu á ofbeldi, hvað einhverjum líður illa með að verða fyrir ofbeldi. Það liggur í hlutarins eðli. Að þeir sem verða fyrir ofbeldi, þeim líður óbærslega illa með það, sko. En síðan getur við farið út í svona aðra sálfræði, eða sérst aðra fræðir, af því að sálin er alltaf blekking, að þú getur farið út í svona aðra fræði pælingar með ofbeldi eins og með Stockholms syndrómið, að það er greinilegt fólk sem verður fyrir rosalega ofbeldi og verður fyrir svo miklu ofbeldi að líf þess, það er algjörlega, líf þess er algjörlega í höndum ofbeldismannana. Þá þetta fólk í Stokkólmi sem lenti í þessu bankaráni, það mætti fyrir dómsal og vera að verja ofbeldismennina. Hvað málum það? Stokkólms syndrómið byggir á þeim rannsóknum, sko. Nei, ég ekki að tala þetta sem þú tala sko. Ég get tala, gefið þér hitt, en þetta óbúslega vand með farið og ég ekki tilbúin til að segja hvað sem vegna þess að ég verið svo niðurlagður svo óbúslega í gegnum tíðina fyrir það sem ég segi. Árið 2012 700 nauðganir á Íslandi tilkynntar. Það voru margir dregnir fyrir dóm fyrir það nauðganir. Já, en
En sko, þegar ég búin að segja að Ísland stjórnað skipulögustu glæpasamtökunum sem mafía, sem að nauðga fólki og drepa fólk á Íslandi. Ok, þarna ert þú að loksins að svara mér. Nei, það það sem ég hef alltaf sagt, sko. Þarna kannski opnuðist eyrun hjá þér. Nei, þú ert í raun og verið bara að svara að þú sért að hlusta og heyra hvað ég að tala um. Nei, þú ert að taka þetta rosalega mikið frá vinklinum hvernig fólki líður sem hefur orðið fyrir ofbeldi. Já, ég var að reyna að fá þig til að svara mér að þú vissi hvað ég var að tala um. Þú gerði það. Nei, ég meina, þú veist, það ekki alveg á hreinu að öllum líður illa undan ofbeldi? Jú, ég var að reyna að leiða þig þangað sem þú komst nú. Ég get ekki sagt... Ef ég ekkert sagt að það sé ekki þannig, þá... Nei. Sko, ég lenti í því á Íslandi að vera beittur alveg gríðarlegu ofbeldi. Alveg gríðarlegu, af valdstjórn, af tveimum stelpunum. Þú hefur heyrt talað bara nýlega í DFA, var ekki verið að tala um stelpunar. Já. Ari þjóðleikustjóri talaði um stelpunar í lögreglunni. Ok. Sástu það? Já, ég sá eitthvað vælum þarna þjóðleikustjóran, já. Já, hann átti náttúrulega við stelpurnar í lögreglunni, hann átti náttúrulega við þessar tvo líðstjóra. Já, en sko, skiptir einhverju máli hverjir persónur og leikendur eru? Sko... Það gerir það í pælingum okkar. Það verður einhvers staðar að myndast einhverju mynd vegna þess að það svo fáir sem skilja þjóðfélagsverkfræði og pælingar bak við þjóðfélagsverkfræði. Það bara, hvað það, 5 eða 10? Ég held að það sé ekki fleiri. Eða bara ég í 5 mínútur og svo búið. Söku þess að öll verkfræðin bak við þjóðfélagi sem stjórnað af mafíunni. Öll verkfræðin bak við líðstjórnum og líðnum stjórnað af mafíunni. Mafían í raun og veru valdstjórnin sjálf. Það kemur ekkert lýðveldinu við. Það kemur ekkert þinginu við. Lýðurinn hann hleypur eins og rolla og kýs eitthvað fólk sem situr á þingi lýðs. Og þegar valdstjórnin brýtur af sér, þá hleypur fólk fyrir utan þing lýðs og mótmælir fyrir utan sitt eigið þing. Í staðinn fyrir að bara gera sér grein fyrir hvernig staðan og hver með valdi. Já, en sko vandamálið fólkið sjálft líka. Vandamálið fólkið sjálft. Það ekkert fólkið líka. Já, ef ég sýni þér hérna þetta merkilega skjal sem heitir The Protocol of Learned Elders of Zion. Þú búin að sjá það? Já, þá byrja þeir bara í hérna 3. grein. Þá bara súmaður, þá súmaður upp grunninn undir sínu veldi. Og það þess vegna til dæmis sem að sjónvarpið fullt af klámyndum og viðbjóðu og listin sko, þú tekur bara skeinipappirinn og rammar hann inn og það list og það allt gert svona ógeðslegt að það þessi þjóðfélagsverkfræði og stjórnuna, compliance tækni, en hérna það þessi hérna bara í 3. grein þá skýrgræðina grunninn sko. Það eftirtektarvert að það eru fleiri menn með slæma pælingar heldur en góðar. Og þess vegna besta aðferðin til þess að stjórna þeim að svona sambland af ofbeldi og terrorisma, hrekkjum eða terrorization. Og heldur en að fólk sé einhverju akademískum pælingum sko. Og annað að allir eru að leita eftir, allir væru til í að vera einræðisherrar bara ef þau getur komist upp með það. Allir segja þeir sko. Og það það sem ég hef verið að benda á sko, að umræðan bara hver á að beita hvern ofbeldi hvenær og hvers vegna sko. Það enginn að ræða þannig að ég og Frelsi TV að bara hætta ofbeldi sko. Punktur.
Ég til mig vera að berjast fyrir því að þetta ofbeldi sé bara einum of. Já, Ég nú á þessu tímapunktið, sko, þá nú mest að reyna að fá fólk til þess að átta sig á því að sá sem að hefur minnsta valdið og minnstu möguleikana og getur ekki borið fyrir sig hendurnar, hann einskisvinn. já, það bara sama eins og sá sem á minnsta peningunum, hann minnst virði í peningaleiknum. Já. Sá sem á minnst af húsum í Matador, hann fátækastur í Matador. Sko, það er bara common sense, sko. En hlutin af þessu heimilisofbeldi að taka sérst heimilin af lífnum, það var verið að gera lífin eignalausa, því að þræll á ekki að eiga eignir. Þræll á heldur ekki að hafa vald. Lýðveldið í raun og veru vald þrælsins. Þetta er rétt ímyndaður ef að lýðveldi getur fengið 200.000 manns til þess að hlaupa upp á móti elítunni. Það er ofbeldi. Já, einhvern veginn verða þeir að spilna við fótum. Já, með ofbeldi. Já, það er allt ofbeldi. Það er samt hvernig lítur að það. Já, það er lausnin sem allir að velta sér upp og það er lausnin sem ég vil frekar vera í þessari pælingu, sko, því meira sem þú fattar, þeim erfiðara á elítanum mig. Já, þú fattar hvað? Ég fattar að það eru þrjú valdstig. Já, ég meina, ef ég fattar það, ef ég fer í svona bardagahring með Gunnar Nílsson, ef ég fattar það að hann buffar mig á 1 sekúndu, og hvað? Þó ég hafi fattar það. Hverju breyti það? Já, þú veist að ef þú ferð í hennar hring, þá veistu það að hann lemur þig. Þannig að... Ég veit að hann mun vinna, ég veit það fyrirfram. Já, hann mun vinna, en þá er það eitt sem hann getur gert. Það er það að halda þig frá hringnum. Eða safna liðið og buffa hann í klessu, sko. Eða vera sniðugur en hann, veit hann ekki ofbeldi, heldur bara að láta hann standa einan í hringnum og allir snúa baki. Já, en það er það sem ég er alltaf að segja, sko, og þess vegna hef ég sumir hafa, sumir að segja, já, bara bylting, bara taka þessa þingmenn og hengja þá og brenna þá. Akkur að hengja þingmenn? Já, bara einhvern, þessar kerlingar hérna, eða einhvern bara, taka einhvern og refsónum að gera eitthvað. Það er líka ofbeldi, sko. Þannig að, þú veist, það er allir, þess vegna segja öldungar Síons, segja, það eru allir bara bíða eftir tækifæri að beita næsta mann ofbeldi. Já, það er verið að æsa upp lífið. Nei, það eru bara allir inn, sko, öll stjórnmálaumræða snýst það, frá hvaða fólki á að taka skatta næst með valdi og ofbeldi og láta einhvern annan þá. Það er enginn að tala um að hætta að rífa eignir af fólki með ofbeldi. Það er enginn að tala um það. Það er bara verið að tala um það af hverju má að taka næst og hvað mikið. Í lífstjórnum þá er alltaf ofbeldi. Þú kemst ekki hjá því. Ef þú keyrir of hratt, þá er sekt. Sekt er ofbeldi. Og þvingaður til þess að keyra hægar. Já, bíddu. Akkur er það ofbeldi? Akkur átt að borga sekt fyrir að keyra hratt. Já, segðu mér. Það er sagt að hver er lögfræðin á bak við það? Það er einhver sem segir að þú mátt ekki keyra hratt. Já, hver segir það? Það er í þessu tilfelli er það þingið sem setur lög það. Já, setur lög hvað? Líðin, að líður mig ekki keyra hratt. Já. Ég veit ekki hver settir lögin inn á þingið. Það getur vel verið að þeim sé smiklað með einhverjum sæjópum. En sá sem er sektaður fyrir að keyra hratt, er hann með ökuskírteini þá? Já. Hvað þýðir ökuskírteini? Hann er ekki. Já, ég veit hvað átt við. Já, hann sé búinn að samþykkja það að fara eftir reglum. Já, þetta er bara sama ef að ég ræði hérna starfsmann til þess að mála vegginn á húsinu hjá mér og ég er með samning við hann að mála vegginn í húsinu og hann miskildi þetta einhvern veginn þannig að hann mætti flytja inn með 15 manna fjölskyldu til mín. Það stendur ekkert í samningum með það. Það stendur bara í samningum að þú málar þetta og ég borgaði 1000 kall fyrir, skilur.
Sama með ökuskírteini, að leið út tekur ökuskírteini, þá er valdstjórnin að segja, ég mun bera ábyrgð á öllum tjóni sem verður. Til dæmis, ef þú ert með gilt ökuskírteini og keyrir á löglegum hraða, þá ert ekki ábyrgur fyrir dauða einhvers í slysi. Þú ert ekki settur í fangelsi ef þú hefur keyrt á löglegum hraða með löglegt skírteini. Hins vegar, ef þú ert ekki með skírteini eða umboð frá þessum lögaðila og keyrir of hratt, þá ert þú persónulega ábyrgur gagnvart fjölskyldu þess þá væntanlega sem að þú skaðaðir. Þetta nú svolítið mikið til í þessu því að í Denna þá hittir maður nú alls konar fólk. Maður þekkti stóran hópa fólki, ungu fólki. Sumir af þeim hafi verið sviptir ökuskírteini, héldu alltaf áfram að keyra. Löggan var alltaf að stoppa það. Sá sem átti heim í götunni hjá vini mínum, hann stoppaði hann alltaf reglulega. En þeir gátu aldrei gert neitt, því að hann hélt alltaf áfram að keyra. Ég spurði hann oft út í þessar sektir, af hverju þetta ekki sektar? Hvaða afleiðingar þetta hefur? Já, ég fæ náttúrulega ekkert ökuskírteini aftur af því ég búin að vera tekinn svo oft. Réttindalaus. Já, það náttúrulega bara sama og ef að þessi málari sem ég þess að mála vegginn, hann kemur alltaf bara með fjölskyldana sína og málar aldrei vegginn, þá ger ég náttúrulega ekki samning við hann aftur. Já, það er málið. Þannig að það er svolítið til í þessu að ef þú ert ekki með þennan samning, þá geta þær ekki refsað þér. Já, sko, þá kemur önnur umræða. Það er enginn sem getur varnað annarri mannesku í för. Þannig að ef þú skráir ekki bíliðin og ert ekki með ökuréttindi, þá þetta orðið miklu flóknara fyrirbæri, sko. En ef þú ert með bíliðin skráðan hjá þessari mafíu og ef þú ert með ökuskírteini frá þessari mafíu, þá á meðan þú ert að keyra, þá ertu að framkvæma þjónustu. Þú ert að keyra með umboð frá þessari valdstjórn, sko. Og en hins vegar ef þú ert ekki með neitt skírteini og engan bíl og ekki neitt svoleiðis, þá er það orðið miklu flóknara lögfræðilega, af því að það má ekki hindra, ef að einhver getur, ég er samningslaus við allar mafíur heimsins og einhver ætlar að hindra mína för, þá get ég hindrað hans för líka, sko. Að þá ertu komin á sama leikvöld, sko. Já, svolítið síðan ég var að pæla í þessu. Já, þetta er alveg satt, ég er sjálfur búinn að sjá þetta. Já, og sama er með fólk sem er að greiða atkvæði inn í pólitík, sko. Það er þar með búið að gera samning við þessa mafíu að níðast á sér næstu 4 árin. Það er samningur. Já. Hins vegar ef þú kýst ekki, þá ert ekki með neitt samning, sko. Þegar ég kom ekki til Noregs, þá voru svo margir að senda mér okkur hendur ekki kjafti. Þú veist, þú komið til Noregs og okkur hættir þess ekki og fer bara að lifa. Þú var ég eitthvað að drepast. Já. Ég sagði, sko, heyrðu vaknaði áhugi hjá mér að stúdera íslenskt þjóðfélag. Stúdera lýðveldið, stúdera lögregluumhverfið og stúdera fjölmiðlana. Af hverju hættur því ekki að fer frekar að lifa? Ég er ekkert hættur að lifa. Nei, ég meina, hvaða líf er það að maður getur ekki tjáð skoðanir sína? Hvað er það? Nei, það fólst í þessum orðum að farðu nú að þegja. Af því að ég var kominn frá Íslandi. En leið og ég sagði, ég er íslenskur ríkisborgari og ég er með kosningarétt, þá þagnaði þetta. Já, en ég meina, þetta er bara, þú veist, þetta er bara svo David Bowie, sko, hann vildi fara úr sviðsljósinu og fór til Elysium, sko. Það er bara þannig pæling, það veist, bara, vilt ekki vera bara óskynnilegur í Noregi, sko. Það er líðan og Guð hjálpi mér, sko, mafían í Noregi er svæstnari en svo íslenska. Já, þetta er sama verkfræðin bak við þetta. Þetta er sama mafía, þetta er sami félagskapur. Ég er búinn að finna fyrir henni hérna, ég er búinn að fá sérsveitina hérna. Já. Einmitt. En það er þetta sem að er, sko, veist, eins og þú varst að segja með sektina, sko, það er bara að það sé óbeldi, sko, þú ert með samning þetta, sko.
að þú ert búin að gera samning með ökuskírteini þín að fylgja ákveðnum reglum. Já, ok, ég er búinn að gera samning að ég sé beittur ofbeldi. Nei, Hvað er sektan en ofbeldi? Þetta er þvingunaraðferð. með sekt vegna ofhraðsakstur er sem sagt viðbragð við brot á samningi, sko. Ok, þá erum við komin í skilgreiningu á ofbeldi eftir. Nei, þetta er bara eins Jú, og þá er þetta munurinn á líkamlegu ofbeldi og andlegu ofbeldi. þetta er bara, ef ég gerir samning við þig að mála vegginn hjá þér, þannig fyrir aftan þig, svo mæti ég aldrei nema ég mæti bara með reikninginu fyrir að borga. Hvað myndir þú segja? En ef þú kemur og málar að rauðan og ég sagði að hann var grænt, nei, þú sagður að hann var rauð. Já, það er spurning. Og svo er bara reyðlundi. Það er náttúrulega andlegt ofbeldi. Já, svo sendi ég sérsveitarna til að fá borgað. Hver vinnur argumentið þá? Það er eftir því hvað þú startir í þjóðfélagi. Já, sko, þetta sem að pirra mig svo ofta, fólk er með alveg samninga hægri vinstri í allar áttir og svo væla undan afleiðingum samninga sína. Það er allt annað heldur en að verða fyrir hreinu ofbeldi, sko. Sko, það er alltaf verið að smygla alls konar ólögum inn á þing liðsins. Það er alltaf verið að setja fótinn fyrir líði. En af hverju þurfa þeir alltaf að setja lög á þing fyrst að þeir hafa svona mikið vald? Þeir geta bara skotið. Nei. Það er nú þessi umræða komin upp í Biblíunni, þar sem að Jesú rak út illa anda. Og þá sögðu þeir við hann, heyrðu, ert þú ekki bara að vinna fyrir djöfulina, því að þú hefur greinilega valdi yfir sínum andum. Þá sagði Jesús, sko, ef að ég er að brjóta, að það ekkert ríki stenst ef það er sjálfum sér sundur þykkt, sko. Að þessar, eins og með Seðlabanki Íslands, hann er hybrid, hann er samsteypa af skipulögum glæpasamtökum og þessu fyrirbæri sem kallast ríkisvald eða lýðræði eða hvað við viljum kalla. Þetta er samþjappað af þessu tvennu. En þetta er einkafyrirtæki sem er í fjárblóksstarfsemi, sko. En að því að, og þeir geta ekki haldið þessari fjársprikastarfsemi gangandi eins og seðlabankakerfið nema að hafa eitthvað til þess að kontróla það. Og þess vegna gera þeir samninga. Þess vegna vilja þeir hafa alltaf ríkið inn í öllu til þess að kontrólara glæpinn, sko. Og ríkið og alþingi er glæpa kontróleringar stofnanir. Þetta er töluvert brainwork að brjótast í gegnum kondísjóni sem hefur orðið fyrir, sko. Það er líka rosalegt bara brainwork að uppgöta það allt í einu að maður er svo þvílíkt stjórnaður lífur og vaknar svo bara við það vondan draum. Það seldi að hafa 1944 hafi ekkert verið svo stækt að þeirra. Að hvað segirðu? Þegar lýðveldið er stofnað. Lýðveldið er stofnað á lega grunni sem er Kópavogsfundurinn. Já, það eru kosningur á lýðveldið. Það eru kosningur í mars 1944. Já, ég meina, ef ég ræni völdum í Íslandi. Já. Og síðan 100 ára setna er eitthvað greita atkvæð það. Þá kem ég fram með eitthvað svona blöff eins og þessi þjóðaratkvæðagreiðsla var. Er ég þá búin að yfirvinna þjófnaðinn sem var í upphafi? Þessu völdum var rænt á Íslandi 1662 á Kópavogsfundinum. Ef ég segi það að þú sért blekking, á ég þá við að þú sért ekki til? Ég veit ekki. Ef þú lokar augunum, þá getur þú haldið fram og sjá mikið. Já, ég er að segja það. Lýðveldið var stofnað, þó að það sé stofnað á lygum og blekkingum. Til þess að blekkja lýðin í landinu. Og það hefur alltaf verið að blekkja síðan. Öll þessi kosningaloforð eru til þess að blekkja lýðin. Sko, ef að ég tek einhvern hópa fólki í gíslingu og síðan loka þá inn í einhverjum afmörkuðu svæði og síðan leyfi ég þeim að kjósa það hvað er í matinn á hverjum degi, er það á lýðræði? Nei. Hvað er það þá? Þau fá að kjósa matinn og hvar þau sofa og svona. Það er kýrslurræði.
Nei, come on, það gerist fyrir 100 árum. Ég tók foreldra þeirra í gíslatöku. Þetta bara börn sem fættust hérna í gíslatöku staðnum. Sko, fyrir hvað stendur lýðveldi? Hvað átti lýðveldi að vera? Það sem að lýðurinn átt að hafa valdið. Já, en sko, þegar þú byrjar þarna, þá skautar þú fram hjá gíslatöku momentinu, sko. Já. En hvað gerist 1944? Það sagt við lýðin, heyrðu, þið það við valdið hérna, við lykillinn á valdinu. Já, ég meina, það bara saman á gíslatöku, eða ég sem gíslatökumaður segi við fólki eftir 100 ári, segi, heyrðu. Þú ert frjáls. Já, þið eru frjálsjafna, þið getur farið að borða, þið fá að velja matið, þið megið velja hvað þið soðið og skipta það á milli ykkar og þið megið velja hvað þið vinnið. En ef þú talar gíslatökuna þá áttu samsæringarfábjörnið, sko. Nei, byrju við, þegar þú ert búin að segja eftir 100 ár, segja að fólki sé frjálst. Og þú segir það við fólk sem búið að dúsa þetta sem gíslar í öll þessi ára, nú sé það orðið frjálst og nú megið það hafa valdið sjálft. Já. En þú ert með girðingu. Já. Þú segir svo, það hefur bara frjálsan aðgang að girðingunni. Nákvæmlega. Og en veistu það að þetta fólk, það svo ánægt með að vera orðið frjálst. Þó það komist ekkert nema bara að girðingunni, þá það þó frjálst. Þetta er hugsunni sem viðhaldið í lífi. Hann heldur hann sé frjálst, hann heldur að hann sé með valdið. Hann bara með fyrsta valdið. Hann bara með valdið sem snýst lífið. Raun ef að þú ert tekin gíslingu, eins og í þessari dæmisögu, þá hefur þú í raun ekkert vald nema að fara í hungurverkfall eða fremja sjálfsmorð. Þú hefur ekkert meira vald en það. Og lýðurinn náttúrulega hefur ákveðið vald. Nei, hann hefur absolutt ekkert vald. Jú, hann hefur nefnilega fjöldan. Svo með því að taka allan fjöldan og dáleiða allan fjöldan, binda fyrir augun á öllum fjöldunum, þá sér allur fjöldin ekki raunveruleika, en sér bara blekkingum. Mikil trúðin bróðir. Bindu bara fyrir augun á 200.000 manns. Ég var að hryggja þig að 99% af mannkyni eru gíslar. 99% af mannkyni eru þrælar? Já, gíslar eða þrælar, það sami hluturinn. Það ástand sem þú ert í, þú ert í ástandi sem afleiðing notkunar og ofbeldi. Sko, hvernig getur þú tekið af þrælnum? Sko, hérna áður fyrir, þá var bara þræli kallaði þræl. Já. En svo segir við þrælinn, heyrðu, þú ert ekki þrællingur. Hérna ætla ég að gera þig bara vinnumanni. Einmitt. Það er the company store fyrirbæri sem þrældómi líka, önnur tegund af þrældómi. Já, hver munurinn á vinnuþræl eða vinnumanni? Eða verkamanni eða verkaþræl? Eða akurþræl og verkaþræl? Eða maðurinn sem var að lemja skeifurnar? Eða maðurinn sem var að tína appelsínurnar? Já. Þetta jafn miklir þrælar. Segðu mér eitt, hvernig var umhverfi hjá þrælum? Þeir höfðu status að sofa á? Já, þeir höfðu hús og fjölskyldur og mat. Já, og voru með gríðarlega músík og voru alltaf að semja flott lög. Já, en út af hverju fóru þetta? Já, hverju fóru Ísraelsmenn út úr Egyptalandi? Þeir voru 40 ári í eyðimörkin að væla það hvað var mikið betra að vera í þrældómnum. Það dæmisaga einmitt þetta human condition, sko. Og þess vegna er það svo gaman að tala við Guðjón, því að hann skilur öll konsept í Biblíunni. Og það alltaf sama hjólið aftur. Við erum í rauninni nákvæmlega sömu stöðu og þrælarnir í Egyptalandi eða Babýlon eða hvar sem þú greipur niður í. Og það sem er svo gott í Biblíunni, hún reyndar aðeins af dulkóðu, sko. En leið og kemst í gegnum dulkóðan, þá lýsir hún óbúslega vel the human condition. Veistu hvað eru margir þrælar á Íslandi? Það eru 317 þrælar á Íslandi. Nei, ég held að ég sé bara 200.000, 133.000 sem teljast ekki þrælar.
Nei, það eru Þeir eru þrælar að einhverju leyti, en þú veist að masterinn ekki þræll. Það eru allir Íslendingar þrælar. Þeir skiptast upp í 2 hópa sem eru húsþrælar og akurþrælar. Það ekki 3 hópar. Nei, 2. Okkur er 3 lögreglur. Það er engin master á Íslandi. Nei, já, það er einhver annar erlent afl. Það eru masterarnir, eru 3, það er Páfagarður, það er breska konungsfjölskyldan og það er Rothschild, Rockefellerveldið. Það eru masterarnir. Því miður, þá erum við bara stödd í þeirri stöðu. Já, ég kaupi þetta. Við þurfum náttúrulega að fara upp í topp og sjá hver er á toppum til að segja að hann er the main master. Já. En hann aftur á móti undirmenn mastersins, þeir eru eiginlega ekki þrælir. Þeir eru húsþrælar. Ég er jafnvel ekki viss um það. Það er einkennið á húsþræl. Hann samsamaði sig svo við masterinn að í gamla daga í Bandaríkjunum þá sögðu þeir ef að masterinn eða húsbóndinn var veikur þá sagði húsþrællinn eru við nú veikir meistari. Að það er óbúslega erfitt að greina munin á húsþræl og meistara sko. En málið er það og það er ástæðan fyrir að það er alltaf verið að dímanisera Biblíuna. Það er að reyna að eyða Biblíunni með öllum tiltækum ráðum frá því að hún kom fram að hugmyndin sem að Jesú eða var er svo byltingarkennd að það verður einhvern veginn að fela hana í einhverju vitleysu. Og það er til dæmis það sem ég var að benda einum hugsanlegu forsetaframbjóðanda á Íslandi sem er búin að vera að berjast í bökkum og í dómsölunum og vera að tapa húsinu sínu eða heimilinu sínu og allt þetta. Ég var að benda nú á það að lánið sem þú fékkst fyrir húsinu er bakkað upp með kredit hjá hinum himneska föður. Og þú getur bara sendt tölvupóst til bankans segjum að skuldi 30 milljónir, þú getur bara sett hérna, ok, hérna er 35 milljónir fyrir ykkur til þess að borga upp skuldina, debet fyrir ykkur og kredit hjá hinum himneska föður. Og þegar fólk fattar þennan einfalda sannleika, þá hrynur allt kerfið, sko. Skilgreint ofbeldi er staðreynd í dómskerfinu, til dæmis líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og barn. Já, en hver á að reka dómskerfið? Ég láttu mig vita allavega líðurinn hefur ekkert vald yfir dómskerfið. Nei, dómskerfið er bara hluti af ofbeldiskerfinu. Já. Það er svona eins og ég var enda með dæmisögu. Ég held að hún ekki komið með hana fram. Hún er búin að vera í hausnum hjá mér svolítið lengi og hefur svona beðið eftir tækifæri að komast út, en það er svona, ef þú ímyndaðir, það er svona fótboltakeppni, hvað er það, undir 21 árs, er ekki eitthvað fótboltamót alltaf. Og svo allt í einu fer alltaf eitt lið alltaf að vinna, skilur, það vinnur bara alltaf eitt lið. Og maður er bara, já, þessi strákar eru svo duglegir og það gengur svo vel hjá þeim og þeir eru bara að æfa mest og þeir eru bestir, sko. Og svo gengur þetta svona í mörg ár og alltaf, og svo fara menn að taka eftir þessi gaurar eru nú ekkert svo góðir í fótbolta. Svo fer það að rannsaka þetta betur, þá kemst það að í þessu tiltekna fótboltafélagi sem gengur alltaf svona vel, það er allt sem hann synir, pappar þeirra eru allir í dómarafélaginu. Og það er bara alveg gleymst að segja frá því að þetta lið sem að gengur alltaf svona glimrandi vel, að pappa þeirra eru alltaf dómararnir í leiknum, sko. Og það er hlutverki hjá dómarunum, sko. Þeirra hlutverk er að þeirra mafíu strákar að þeim vegni vel í lífsins leik, sko. Halló, heyrðu? Já, ég heyri það. Já. Þannig að það er, dómarafélagið er prima mótus í mafíunni, sko. Það er nú rétt ímyndaði hvort það sé ekki gott að vera með góða dómara.
Já, ég meina ef að dómara, synir allra dómarana var í einu fótboltafélagi, maður myndi ekki halda að þeir myndu ganga betur, sko. Já, ég meina, ef þú átt góða dómara, Já. Þú átt góða dómara, það er gott að vera með góða dómara, en dómarar eru ekkert góðir í lífi. Dómarar eru hluti af ofbeldiskerfi valdstjórnarinnar og eru hluti af blekkingunum. Já, og líðurinn er bara líður í þeirra augum. Já, líðurinn er í þeirra augum það sem er skilgreina monster. Monster? Já, monster. Það er samkvæmt lagabók Black orðabók. Að fyrir hann allir. Það er nú að fá að monta mér að ég eiga þessa bók, sko. Þessi Black Law Dictionary. Svörtu lögin, orðabók svörtu lögin. Já. Að reynda er það ekki í þessari versjón, það var í eldri versjón af þessu, þá er talað fyrirbæri monster, sko. Og monster er manneskja sem er fædd mjög monster slags monster er skilgreint sem manneskja sem er fædd vansköpuð eða afbrigðileg að það miklu leyti að hún getur ekki notið erfðaréttar síns. Þess vegna sér öllum þess að Davíð Oddsson er alltaf svo ánægður þegar Toys R Us er að opna eða fólk haga sér einhvern veginn svona eins og hálfvitar, þá gleðst hann því það ýtir undir monster skilgreininguna. Og Já, hérna er skilgreiningin. Apprentice er misheppnuð fæðing af manneskju eða afkvæmi sem að hefur ekki form manneskju, sem að getur ekki erft land. Jafnvel þótt að fæðingin eigi sér stað í hjónabandi. Og þess vegna er alltaf verið að fylla klámæðingin og notaður klósettpappír sé list og öll þessi viðbjóðsvæðing og melluvæðing Disney og allt þetta snýst það að uppfylla þessa skilgreiningu að fólk sé bara monster og á þess vegna engan rétt á því að erfa landið sitt einu sinni. Og ég meina ef þú drepur monster er það þá morð eða er það þjóðþrifaverk, veist? Það hlýtur að vera þjóðþrifa. Það er skilgreiningarnar, sko. Ég held að þetta sé leyniskýrsla lögreglustjóra. Hvað segir þér? Ég held að þetta sé leyniskýrsla lögreglustjóra. Þeir safna svona upplýsingum þig, skráða leyniskýrslunar og einhvern veginn vissu þeir það að Sævar í Árbænum að systir hans var búin að uppnefna. Að systir hans var búin að uppnefna? Uppnefna, hvað þýðir það? Áður en hann er drepinn. Já. Þá var systir hans búin að segja að hann væri ruglaður. Hann væri geðveikur. En það er enginn með bréf frá geðlækni, ég veit ekki hver skilgreind þetta er bara fólk segir svona, þessi geðveikur. Ef einhver segir þetta innan fjölskyldunar, þá er það sem að lífstjórarnir notfæra sig. Því að daginn eftir að hann er drepinn, þá kemur í fjölmiðlunum, systir hans sagði hann geðveikur. Já, þetta er nú reyndar held ég að hann hafi verið drepinn niður í kjallara í rifrildi yfir peningum, sko, út af fíkniefna innflutning og dreifingu valdstjórnarinnar.
og það geðveikur ekki geðveikur hefur lítil áhrif á það sko. En Eftir að þetta var sagt, þá fagnaði umræðan núna. Það er bara við sem höfum verið að tala um. Nei, þetta bara einn blekking. Það breytir einhver hvort að fólk, sko, geðveiki ekki til. Geðveiki, sko, ég fjallað ítarlega það, geðveiki bara skáldskapur og blekking, sko. Þessna var hann upptendur eða niðurlega. Systir hans kom hann í fjölmiðlana og sagði þetta verður. Og þar með bara fagnaði umræðan hann. Nei, svo umræða ekki þögnuð enn. Nei, hún ekki þögnuð enn. Það er lékamáli, það heldur ekki þagnaði. Já, en sko það þetta alltaf, þetta eitt af flerónum sem að valdstjórnin hleypur alltaf út eftir úr sér. Það eins og það eins og ég var að lýsa að sko orustu þóta sem að flugskeyti eldir, þeir hleypa úr svona logandi fleri sko til þess að fá sprengjum til að springa fyrir aftan sig sko. Það sama að leið og það fyrir að vera einhverjum persónur og leikundu, já það var þessi persóna eða þessi persóna. Ég meina soprano, ég meina gaurinn sem að drap hóruna, ég meina soprano drap hann, skilur. Þannig að sko þeir henda eins og núna þessi löggahaugar sem verður að henda núna aftur úr hreyflunum í lögreglumálinu og með skipulegri eitthvað sem einflutningi valdstjórnarnir og þú áttu að landhelgisgæslan í þessu og það vita allir af þessu, dómararnir, sýslumennirnir, það allir inn á, það allir með í læknum, sko. Heyrðu, þá kemur hérna ein pæling. Flugvélin sem var snúið við. Já, það er bara hluti af þessu mýflugu faraldri sem er búin að vera hérna í 25 stiga frostinu í Svíþjóð. Mýflugu faraldri? Já, það er ekki Zika faraldur hérna. Já. Smitast bara með mýflugan, sko. Og komið Zika í Svíþjóð? Já, alls það sem að þetta línurit þetta tölur sem ég birti frá hergagnaframleiðandanum. Já. Alls það sem að fjölga svona mikið af fólki. Þessar mýflugur fóru allar þangað í frostinu. Nei, þessi flugvél, hún var á leiðinu til San Diego, eða Los Angeles, ég man ekki hvert það var. Það er svona mynd til af flugleiðinni. Þetta er inn á fly simulator ykkur. Já, þeir hleypa hún flýgur nánast Keflavíkurflugur, eins og hún sé að fara til Keflavíkur alla tíman. Og í aðflugi að Keflavíkurflugvelli, þá henni snúið við. Veistu hvað mig grunar að þetta sé? Já, segðu mér. Mig grunar að þessi flugvél hafi snúið við vegna þess að hún treysti sér ekki til að lenda í Bandaríkjunum. Hugsanlega þeir sem áttu að taka móti flugvélinni, þeir hafa ábyggilega sett tilkynningu að þeir væri ekki á staðnum. Það væri einhver þarna á staðnum sem verkt væri óttast. En hvað var málið með þessa flugvél? Ég náði því nú ekki eins og var eitthvað veikur borð eða? Já, það getur nú verið bara lekkið. Já. En ég veit ekki hvort hún hefur verið í smygli eða hver ástæðan hún flaug, en hún að fljúga alla tíman úr flugleið eins og hún sé að fara til Keflavíkur. Já, maður veit ekkert hvað þeir eru að bralla, sko, þeir eru náttúrulega að reyna að koma að alls konar aðgerðum, sko, þeir eru að reyna það sem að vekur athygli mína mest í öllum svona málum, það er að fjölmiðlarnir, þeir eru bara þessi blekkjónir, þannig að leið og einhver svona umræða kemur upp í fjölmiðli, þá veistu að það er einhver blekking bak við það. Þú veist bara að það er eitthvað í gangi, einhver verkfræði bak við fréttina. Það er ekki tísta við þetta. Ég bara næ ekki þessu flugvélaspinni, ég sé ekki neitt. Það er kannski ekki okkar að fatta hvað í raun og veru gerðist, en við sem erum búin að fatta fjölmiðlana, við sjáum það er eitthvað bak við þetta, það er einhver verkfræði bak við þetta, annars hefði þetta aldrei komið fram í fjölmiðlana. Já. Það er ekkert sem kemur í fjölmiðlunum nema þessi verkfræði bak við þetta. Eða þessum MSN fjölmiðlunum. Eða Págur? Nei, það er mikið þjóðfélagsverkfræði í fjölmellunum, sko.
Já, blekkingar. Blekkja fjöldan. Ég er að leita hérna að þessari flugvéla frétt. Er ykkur með hana til þess að skella linknum inn á? Það ekkert víst að það sé nokkuð á bakvið þessa frétt í samtökum flugið. Nei. Það verður að sé allt eðlilegt við það. Það sem að ég að spá í, af hverju kemur þetta þá í fjölmiðlum? Ómerkilegt flug sem snúið við. Það bara forsið fyrir. Ég get hins vegar sagt hver mín kenning á baku þessa flugvél að það almennt verið að hleypa eitri út í flugvélum. Já, heldur þetta hafi verið chemtrails? Nei, það bara verið að eitra fyrir fólki, sko. Veist, það ekki til, ef þú ætlar að skilja líkamann og veikir og slíkt, þá þarftu bara að skilja tvennt. Það eitranir og næring, sko. Það brestur á næringu eða eitranir. Ef þú skilur þetta tvennt, þá skilur þú allt sem í gangi. Og til þess að, sko, núna eru þeir til dæmis að hleypa eitri inn í flugvélar og síðan komað, já, þetta fólk með Zika-vírusinn, sko. Því vírusar eru blekking, það ekki til, það til jafn mikið að sönnunum fyrir vírusum og tilvist Guðs. Ég sá það leið þetta koma, þetta hérna var gríðarleg blekking og gríðarleg spuni sem var hérna. Þú veist hvað íslensku spunarnir eru, veist hvað þú getur lesið íslensku spunar, veist hvernig það spunar. Þeir eru svolítið á mokkanum, sko. Já, ok, ég var búinn að benda þér á það. Það bara listið þar, við spunar. Það eftir reynda bara með kanametuspunana, sko. Þú bara með kanametuspunana í mokkanum, sko. Lekamáli var hann í 1,5 ár. Eða 2 ár. Já, svo þarf átt á því að kanametlunar og Brussel hórunar, þær taka sér stundum saman til þess að losna við eitthvað aðeila. Já. Það nú... En hvað ykkur með link á þessa flugvélafrétt? Ég finna hann ekki. Var það í mokkanum eða hvað? Já, það bindur þessu. Hæ? Bindur þessu á Facebookinu. Flugvél snúið við, var það ekki málið? Já, það var snúið við. Svo setti ég þarna flugleiðina. Ég setti ekki á þér. Já, ég sá einmitt flugleiðina. Já, ég sé strax eitthvað athugavert við flugleiðina, sko. Og eins og hún hlykkjast alveg í bakaleiðinni. Já, byrjum við. Hérna pressan, hún nú öruggasta heimildin, eða ekki? Mestist að jók miðling. Nei, sko, pressan rosalega mikið í þessu kynferðisofbeldi. Það svona klámmæðingar ofbeldi sem verið að dæla inn í börnin okkar. Já, en hérna fréttin. Ekki hefur tekist að skýra hvað var þess valdandi að dularfullu veikindi breyttist hratt út í flugvél á leið frá Englandi til Bandaríkjanna. Þegar vélin var yfir Íslandi veiktust 8 manns hið minnsta, þar á meðal flugfreyjan sem leið út af. Vélinni var snúið vegna veikindanna. Þetta eitur í loftræstikerfinu. Það eru fleiri fréttir sem ég séð sem að styðja við þessa kenningu. Á þessu stigi það nánast bara tilfinning sem ég fyrir því, en það styður það 2-3 fréttir, sko. Að það eitthvað drullumall í loftræstikerfinu í. Þessari við. Já. En allt sem að fær svona sérstaka fjölmiðla umræðu og umfjöllun eitthvað sem að við eigum að taka eftir. Við getum kannski ekki talað það því við vitum kannski ekki nákvæmlega hvað að gerast. Að það verða, sko, oft þarf maður að bíða smá stund, en ef að kenningi, til þess að sanna þessar huglægu kenningar mínar, að það má búast við töluvert meira af
þessu, það má búast við fullt af miklu fleiri dularfullum flugvélaveikindum. En ég kommentaði við þessa frétta því ég hélt að þetta væri sama og manstu ebólusjúklingurinn sem var að koma til Íslands. Já. Ég hélt að þetta væri sölu herferð fyrir Zika-vírusinn og þá var ég ekki alveg búin að fatta að þetta var vél sem var snúið við, sko. Þannig að ég stundum svo fljótur að kommenta að ég ekki alveg búin að ná heilda myndinni, sko. Ég sýtti á mér að ég vil ekki nokkra dag. En þetta er sama teymið og var með ebóluhóksinn munið. Þannig að þú svona undir niðri þá það spá í að þetta gæti tengst Zika. Já, ég Stebbi fljótur að finna þetta og takk fyrir linkin. Stebbi segir að ég kommentaði við þessa frétt, sko, TikTok, NATO og reyna að koma að eiturefna árás á Íslandi. Já, það er nákvæmlega það sem ég er að segja. Það er í pípunum eiturefna árás á Danmörk, Svíþjóð, Noreg og Ísland, Holland, Spán og allavega þessi lönd. Hvar þá fólkið að bak við árás? Einhvers staðar hlýtur það ekki veit það með það fyrir þessu? Hvaða fólk? Það eitthvað fólk bak við. Já, hvar þetta fólk? Hvar ekki það í Danmörku? Nei. En sástu hérna það búið að deila í nokkra daga population árið 2025? Já, ég var sá sem að byrjaði með þetta. Já, veistu hvað ég held að sé bak við þetta? Já, segðu mér. Ég held að þetta sé skilgreining á þjóð og líf. Nei, þetta er eugenics plottið sem er búið að vera að gangi í 200-300 ár og það er ekki eins og þetta sé ritað í stein í Georgia Guidestones. Veistu þá? Hvar fá þið töluna 133.000? Hvar fá þið þennan mun á population og population 2015 og population 2025? Hvar búið til 133.000 manns? Ég held að þetta sé skilgreining á þjóðfélagshópum. Þeir eru búin að lýsa því yfir og þeir eru búin að skrifa það í stein að þeir ætla að útrýma 95% af mannkyni. Þeir eru þá að útrýma sjálfum sér líka? Nei, þeir eru í þessum 5% sem lifa af og þeir sem að stýra þessu eru fæstir þátttakendur í mannlegu samfélagi. Þeir eru ekkert í þessum löndum, þeir eru staddir þarna einhvers staðar niður við Suðurskautið og sennilega þarna rétt fyrir neðan Bermudatriðningin. Þeir eru ekkert einu svona í þessum heimi hérna, þeir búa í Elysium, sko. Þetta fólk býr ekkert með okkur Upsilon fólkinu, sko. En það er það sem er svo funky með þetta lið, að þessi sataníska, hérna er ég að sýna ykkur mynd af Georgia Guidestone, þið hafið séð þetta, ekki? Að þetta lið er einhvern veginn í þeirra trúarbrögðum, þessum Saturns djöfladýrkunar isma, þá er í þeirra trú að þeir þurfa að sýna allt sem þeir alltaf gera. Til dæmis þessi Guidestone er hluti af þessum sturluðu trúarbrögðum þeirra. Þeir eiga svo mikið af peningum að sér. Það skiptir engum máli þó þeir búið til svona stein og kless honum upp þarna og svo er þetta bara hræðslu áróður. Sérðu til dæmis chemtrails? Sérðu blekkinguna baka chemtrails? En byrju að eiga pening. Sérðu efst hérna ef ég skrifa hérna tölu, sérðu það? Já, 9. Ok, nú á ég 999. Ég er að skrifa hvað ég á mikið af peningum, skilur þú? Já, ok, ég meina þeir þurfa ekki peningar. Hei, hérna fann ég innleggið mitt, ég var búinn að leggja hérna inn mitt. Sjáðu hérna. Ég var búinn að leggja hérna inn á reikningi minn. Hvað færðu þá þig? Herðu, ef ég tek hérna
ég skal borga þér, eða veist, hvað viltu mikið fyrir alla vinnutíma lífsins sem eftir eru? Nei, ég er að spá í það. Er þetta ná? Ég er bara að kópa þetta hérna, segja. Ég er að spá í, þessir menn gera allt. Peningar skipta þessar menn engum á. Sjá, ég skal borga þér skriljón. Setja upp einhverja bautarsteina og fljúga hérna flugulum yfir Norður-Evrópu í þeirri blekkingu að það sé viðfarslega að vera að vinna að málum. IKEA útríkt eftir jól. Herru, Hafni. Já. Hérna, sér á Facebookinu einni hérna. Já. Ég er búin að kaupa þér alla klukkutíma sem þú átt eftir Ólífall. Takk fyrir viðskiptin. Veist, þetta er valdið sem þeir hafa, skilur við. Og hvað má ég bara tala um? Já, þetta var nú kannski slæm kaup, nú þegar ég að fara að kontrolla þér, þrælum mínum. Ég vil skila þér. Það kostar sko 5 sem meina þetta. Já, þess vegna sérðu sko, þetta er eignastefna masterana. Að þegar þetta liður orðið svona frekt og vill alls konar réttlæti og kjaftaði, þá verða þeir bara að drepa það, sko. Á ákveðnum stöðum, einhvers staðar við Suður-Ameríku eða út frá Flórída og svoleiðis, þá þurfa þeir að spreyja rosalega mikið hérna svona einhverjum efnum og næri við landi og að reyna að hafa kontroll á veðri. En út af hverju þeir að fljúga hérna yfir norðurhlutann? Þetta eru náttúrulega rosalega margflókin aðgerð, sko. Fyrsta lagi Ég held að það sé ekki vera eitra fyrir fólki hérna með því að fljúga hérna. Þetta sé bara vera að blekkja fólk, reyna að fá fólk til að vera upptekið, til að horfa til himins og trúa því að það sé vera eitra fyrir. En akkur eru þeir þá að spreyja plastfíberum? Finna bara eitthvað sem að það er nóg til að plast í himinu. Nei, ég veit ekkert hvað er mikið til í þessu, sko, en ég held að hluti af chemtrail sé hluti af blekkingu. Í sömu tilfellum sem þeir að fljúga eru þeir bara að blekkja. Fá fólk til að horfa til himins. Nei, það er í fyrsta lagi þá eru þeir að gera land óræktanlegt. Þú getur ekki ræktað mat, sko. Og og þeir Hvernig stendur á því að ekkert einasti maður í 5 milljón manna samfélagi stendur upp og segir, heyrðu þið nú hættið að fljúga hérna? Það er töluvert mikið af fólki sem hefur staðið upp og bent á þetta, sko. Það er töluvert mikið af fólki, en þetta er líka hjálpar efni til þess að styrkja vopni eins og harpavopnin. Þú sér að þessar sinkhólur sem alltaf að koma, þetta eru bylgjuvopnin í stíl við harp, sko. Ég ætla að sýna ykkur hérna bara nærmynd af þessum steini, sko. Hérna er það bara skrifað í stein að viðhalda mannkyni undir 500 milljónum. Og hérna stýra fæðingum, sko, viturlega til þess að bæta heilsu og breytileika, breyta sameina mannkyn með nýju tungumáli og það náttúrulega, ef það er bara 500 milljónir þá er það fljótlega, sko. Já, þá þarf þetta bara út með öllu öðrum sem að tala önnur tungumál. Já. New language, rule, passion, faith, tradition. Já, rule, passion, faith and all things with tempered reason. Þetta er alltaf að vera rökhugsun, sko. Að þetta er bara mission statementi hjá þessum sjúklingum, sko. Og ég meina, hvernig ferðu að því að drepa 6 billjónir manna? Hvernig gerur þú það? Þeir fóru nú létt að því að drepa 6 milljónir manna hérna í seinni heimsstyrjöldinni. Þeir drápu 60 milljónir manna og að því var innan við milljónir í gyðinga. 700.000 gyðingar.
Já, einhver 3 til 600.000 gyðingar, já. Það byrju ég komin í einhver algjöra steypu, byrju við. Hvað var að gerast þetta? Time for them to die. Já, einmitt, já, þetta var einmitt. Að þetta bara planið, sko. Og fólk á ábúrslega erfitt með að horfast í augu við það. Eðlilega. Þetta alveg svakalegt, sko. Halló, heyrðu Hafni? Já, ég er hérna. Já, eitthvað kameran farin, sýnist mér. En já, þetta heila plottið. Þannig að það ekki eins og ég sé að segja þetta allt saman. Þetta stendur hérna bara skrifað í stein. Fuck you, Mikki. Yeah, this is gonna help a lot. Problem solved. Já, svo þeir alltaf að sita hérna dagsetningar. Já, 2014, 8-16, 2014, 2014. Já, þeir skipta þennan tímastein, sko. Þessi hérna stein. Þetta langt á eftir áætlun hjá þeim, sko. Þeir ætla að vera komni miklu lengra, sko. Þess vegna þurfa þeir eiginlega að taka eitt skref tilbaka núna og loka öllu inn. Sko, stærsta vandamálið þessi upplýsing sem í gangi og svona dútar eins og ég sem með svona rásir, sko. Mér finnst þeir að fara að loka rosalega mikið. Já, það verður bara algjörlega loka, sko, ég má búast því að það verður bara algjörlega loka hjá mér, sko. Reyndar ég hef ekki farið út fyrir, sko, ég veit líka ákveðin ramma, sko, sem þeir fylgja sjálfir. Og ég hef aldrei farið út fyrir þann ramma, ég hef til dæmis aldrei mælt með ofbeldi eða neitt slíkt, þannig að þeir hafa rosalega litla ástæðu fyrir því að krossfesta mig, sko. Og það eins og með réttarhöldin yfir Jesú, sko, að hann var dæmdur alsaklaus í réttarhöldum á hann og var drepinn, sko. Og það alltaf mjög erfitt pólitískt, sko. Konan kann hringi mér, ætla þess að kíkja, heyri í henni. Já. Já, það þarf eitthvað að sinna konunum, víst. En það ekki eins og þetta sé allt saman bara rugl í haustum á mér. Þetta ákveðin staðreind að þessi steinar standa hérna. Og þessar líkkistur voru pantaðar í milljónavís til Bandaríkjanna til dæmis. Það alveg ljóst. Og þeir voru að bæta í daginn þessum líkkistum. Og þannig að verkin sýna svolítið merkin, sko. Það ekki svo að sé alltaf að maður bara hugaburður í hausnum á einhverjum samsæringu. Þetta bara. Og þið munið eftir því að Bill Gates, hann sagði nú bara opinberlega að markmiðið væri að nota bóluefni og læknaþjónustu til þess að fækka mannkyni. Og ekki lýgur hann með það. Hérna þessi Denver Airport sem annað svona okkult dæmi. Og þetta mynd af undir, sko, það bara heil borg undir þessum flugvelli eða gríðarlega mikið af mannvirkjum neðan, ég var að sjá því. Ég held að þetta sé það örugglega. Og það nú mjög furðuleg mynd þarna í þessum flugvelli, held ég, ef ég man þetta rétt. Já, ertu komin aftur? Halló? Það Hafni? Nú ég ekkert í honum. Halló?
gerist ekkert í Hafna. Já, nú heyri ég. Já, nú komstu. Veitu, varst það þú sem að mútaði mig á mínu? Nei, Eða bara nóg að ég leggja fram með hegðunarsetti eða þá bara verið mútað? ég veit það ekki. Það var allavega nei, ég reyndi að mjúta en það virkaði ekki, sko. Það virkaði greinilega. Já, það kom ekkert mjút merki hjá mér, sko. Það kom hjá Glugga mig. Já, ok. Það er allavega komið nú. Já, ég er að sýna hérna myndir af Denver flugvöllum. Já, þetta, ég meina, þetta er bara það sem er í gangi, sko. Ég meina, hvernig útrýmur 6,5 milljarði manna? Hvernig gerur það? Þú bara tekur þið bara til og blekkir það bara nú mikið. Hversu margir fóru í lestarn og litur blekkja sín og sagt að það var gull og græni skóar í þessu lestarlenda? Já, hvaða lestar? Í draugasögunni helförina? Veistu hvaðan þetta fólk kom? Það kom fólk frá Íslandi, Svíþjóð, Noregi. Það var frá öllum löndum. Það var lestar frá það. Það var bara ein helför í gangi í seinni heimsstyrjöldinni og það var helför þýsku þjóðarinnar. Það var engin, sko, þú áttaðir á því að þessar sprengjur sem voru notaðar eins og í Dresden og Berlín og þessum borgum, það er þessi sprengjutækni hitaði borgina upp í 1500 gráður, sko. Malbyggi bránaði, fólk bara stiknaði. Það er helförin sem er alltaf verið að tala um. Það hefur ekkert, það voru bara örfáir gyðingar sem að þeir vildu fórna sjálfur, sko. Það var, þú sagði sjálfur, það er 60 milljón manns að dáið í stríði. Já. Stæðsta helförin voru borgir í Þýskalandi þar sem að fólki var fórnað. Ég held að 5 milljón manns hafi verið notaðir í þjóðernissegjum. Já, það var bara nánast öll þjóðin drepin, sko. Það var bara voða lítið eftir að fólki, sko. Þeir voru ekkert bara að drepa í Þýskalandi, þeir voru að drepa út um allt. Já. Það er horrið. Þeir voru ekkert að drepa gyðinga. Það er einmitt einn þjóðfélagsverkfræðingin að láta fólk rífast um það hver var í hvaða buxum, sko. Það skiptar engu máli, veist? Þetta var bara fólk sem var fórnað og það hét Holocaust. Og Holocaust þýðir brennifórn og þessi sprengitækni sem var notuð í Þýskalandi, ég held hún hafi ekki verið notuð í öðrum borgum, og hún steikir fólk í 1500 gráður heima hjá sér, sko. Það er helförin, það er brennifórnin, það er Holocaustið. En út af hverju Þýskaland? Út af hverju var Þýskaland fyrir valinu? Þeir eru svo árið duglegir og klárir. Þeir eru bara sáu við þessum peningablekkingamaskinum og spörkuðu þeim út og bara lögðu þetta niður og byrjuðu að prenta sína eigin peninga eða skiptast á verðmætum með sínu eigin fínri. Hvaða þjóð var á vergangi alveg frá aldamótum og þar til 1946? Hvaða þjóð? Já. Ég veit það ekki, segðu mér. Hvernig fengu part úr Palestínu? Já, það er engin þjóð, það eru fjársvikarar og glæpamenn. Það er ekkert þjóð frekar en ég veit ekki hvað, sko. Þeir eru núna búin að taka Palestínu og eru með þess að fattar að setja í fjölmiðlinn að Palestína hafa alltaf verið til. Já, ég meina þetta... Þetta eru bara blekkingar, sko. Ég veit að sagan er náttúrulega bara hreinskrifuð. Allt önnur saga heldur átti sér stað. En sjáðu til dæmis alltaf flóttamennina í dag. Fyrir hvað standa þeir? Já, segðu mér, fyrir hvað standa þeir? Hvað heldur þú að flóttamenn séu? Af hverju er verið að tala hérna í Noregi flóttamenn í hverjum einasta fréttatíma? Ég veit ekki, segðu mér. Hvaða verkfræði eru bak við flóttamennina? Er þetta allt fólk frá Sýrlandi? Já, það er náttúrulega... Eru 80.000 sýrlendingar konur til Sýrland?
Já, ég meina, hvað með íslensku flóttamennina? Það allt Sýrlendingar? Ég veit ekki, nei, þetta ekki fólk bara frá Eritríu og út alla trissur. Og Pakistan og svona? Já, ég meina, það er alltaf flutum. En segir mér svo eitt, af hverju það alltaf samt Sýrlendingar sem að fá fjölmiðlaumræðu? Þegar kemur Sýrlendingur, þá hann settur í blöðin og það viðtal við hann og þessi fekk leyfi til að spila með landsliðinu. Það ekkert verið að tala við Palestínu. Nei, ég meina, sko það er alltaf fólk að flytja út alla trissur, það er alltaf í gangi og náttúrulega svo ef einhver kemur og sprengir landið þetta í tætlur þá reynir hann alltaf að færa það eitthvað. Það er bara eðlilegasti hlutur. Það er bara landið er tekið af þér. Já, en svo eru þeir sem að sprengja allt í tætlur, þeir vilja náttúrulega ekki fá íbúðuna úr því landi sem þeir voru að sprengja í tætlur inn á teppi hjá sér. Nei. Og það er þeir sem trúa því að hertækni NATO sé eða NATO og Kó, þeir sem trúa því að þeir séu á einhverju steinaldarstigi í hermannatækni eða hertækni, þeir eru náttúrulega bara ekki alveg í lagi í toppstykkinu því að náttúrulega ef þú ferð inn í land eins og Líbíu eða Írak eða Sýrland og sprengir þar allt í tætlur þá veistu nákvæmlega að það hleypur fólk út úr öllu landamæri og það er, sko þeir nýta sér þann flaum áframhaldandi fyrsta lagi drepa þeir stóran hluta af þessu fólki í þessum svokölluðu flóttamannabúðum. Það kemur enginn inn til Noregs eða Svíþjóðar eins og öðru sinni að vera bólusettur með eitri til dauða, sko. Og þetta fólk getur eignast börn og það lifir ekkert mjög lengi í þessum löndum. Það er drepið bara við komum til landsins með bóluefni. Og svo náttúrulega með peningum að saman, þá er það tekið þeir. Já, það er nýtt núna sko en hérna og ég meina þá geta þeir alveg sagt bara já við tökum bara líffærin og fólki sem kemur hérna það er ekki að hafa 2 nýru sem er flóttamaður. Það er alltaf sama dæmi sko, ég meina flóttamenn eru bara gíslar sem að tókst að hlaupa úr einu herberginu yfir í annað herbergi, þetta er allt sama ruglið sko. En getur ekki verið að þetta sé bara, þetta fólk sé sett á vergang með verkfræði? Það er eitthvað verkfræði að setja fólk á vergang? Já, það er náttúrulega eins og Þjóðverjar. Þeir náðu bara nokkrum árum að byggja frábæra þjóð sem allum leið vel og það var ekkert aðtöð, ef það vildi vinna, þá var það ekkert vandamál. Listina blómstruðu, þjóðfélagið blómstraði bara nokkrum árum. Það var ekki vel séð. Og sama var með í Líbíu. Líbía blómstraði, þetta var demantur Norður Afríku. Sama var í Sýrlandi. Já, sama með Sýrlandi. Sýrlandi var alveg yndislegt land þar sem að fólk blómstraði og þjóðfélagi blómstraði. Og það er bara þessir anskotar í NATO og Kó, þeir þola það ekki. Það er nefnilega sko, þeir sem eru með þessa frælsöksum. Þrællin á ekki að hafa það svona gott. Þrællin á bara að þræla og þegar hann er búinn að þræla úr sér allar mátt þá bara drepa hann. Þetta er svo einfalt. Þetta er svo einfalt. Og þarna skil ég ekki þegar að ég meina elitan sem að stjórnaði í Skotlandi, þeir eru bara að leika sér að setja eitthvað svona lög. Já, ef þið giftið ykkur þá ríðu við kettlingunni fyrst, sko. Þeir eru bara að leika sér að og fólk bara beygir sig undir þetta, sko. Af því að fólk alltaf í eitthvað svona, já, bara byrja til Guðs eða bara það við fáum lýðræði, já, við fáum allavega, fólk bara eitthvað kjafta sér frá þessu. Og svo 1776 þá reyndu Bandaríkjamenn að setja upp eitthvað svona kerfi þar sem að menn voru allir vopnaðir, sko, en ef menn alltaf að fara að reyna eitthvað svona stæla, þá bara fóru menn og slátruðu þeirri stjórn, sko. Og nú er bara aðal sportið að reyna að afvopna Bandaríkjamenn, sko. Af því að það er alveg erfitt að vera bóndi þar sem allar beljunar og rollunar eru vopnaðar, sko. Það er erfitt að mjólka. Já, það er það reyndar. Þannig að fólk bara, og svo er fólk eins og þessi, ég var að sýna einhverja sænska stelpu, hún svo fellur fólk svo í þessar gildur, hægri og vinstri og
og svo bara óbúslega reitt út í mig fyrir að benda á raunveruleikann, sko. Það svo oft, ef maður nefnir eitt orð, þá það bara misskilið. Hvað meinarðu? Það bara, ef þú nefnir eitthvað orð, já, þú segir þetta. Já, þú meinar þetta. Ég skal segja hvað gerðist hérna, svona í gamni, inn á brandara síða 18 og eldri, ágætis brandara sem komaðar inn. Yfir jólinu þá sendi ég eitt hérna alveg ferlega sóðarlega mynd af hrikalegri konu, létt klæddri, en hún var í jólasveinabúning. Svo kom bara gleðileg jól. Ég setti undir það mynd af svona flottri stelpu og sagði þetta var öllu jólalegra. Þessi mynd var notuð gegn mér. Herrin þinn. Já. Sko þó að meiningi mín hafi verið allt önnur, sko. Já, það nú bara eins og það sko. Þessna til dæmis, þessna hef ég alltaf verið svo hrifinn af dæmisögunum í Biblíunum, það eru svo einfaldar, sko. Þú getur eiginlega ekki misskilja þær. Það ekki hægt að snúa þeim gegn mér. Ég veit ekki hvernig það hægt. En þetta bara sama drullumallið aftur og aftur, þetta sami hringurinn aftur og aftur og það ég meina á Akurinum í þessu fræga þræla módeli sko, sem allir þekkja sem þetta þrælahald í Suðurríkjunum. Ég meina breytti það ykkur fyrir Akuþrælinu og það væri skipt út húsþrælum, veistu hverju breytti það? Breytti það eitthvað eða engu? Nei, því að húsþrælinu hann var bara svo sem að leiðbeindi þrælum. Já. Og þess vegna eru þeir mjög harðir á því að drepa fólk núna þegar fólk búið að sjá í gegnum plottið, eða svona flestir sko. Ég segi nú ekki flestir, það svona 1% af fólki sem sér í gegnum plottið sko. Og það eru þessir örfáu ræður sem að hlusta til þess á Frelsi TV, þeir eru flestir sjá ágætlega í gegnum plottið, samt kemur alltaf óvart hvað fólk fast í gamla, ég meina ég var að játa það, ég hef þurft að taka á hausnum á mér til þess að snúa mér út úr conditioning sko. En ef þú átt þræl, hvað máttu gera það? Hvað segirðu? Ef þú átt þræl. Já. Þá hvað? Hvað máttu gera við það? Eru til eitthvað reglur meðferð á þrælum? Eru til eitthvað reglur það hvernig þú átt að koma fram við þrælið? En hvernig getur einn verið þræll og annar eigandi þræls? En þú ert master. Já, hvernig getur orðið það? Það náttúrulega einhverjum sem eiga þessa þræla. Þeir geta verið að þræla sjálfur, af því að þeir eru náttúrulega líðstjórar og þrælastjórar og þrælahaldarar og allt þetta. Já, en sko, Þeir líta ekki á sig sem þræl. En hvernig eignastu þræl? Hérna í þrælasögunum í Suðurríkjunum, þá voru kannski bændur eða svona fyrirfólk sem átti þræla. Þá var fyrirfólkið, þó að það væri þrælar þjóðfélagsins, þá var það fólk sem átti þrælana og það var master þrælana. Já, en það sko, það munur á því að vera sjálfstæð manneskja sem að gerir samninga af fúsum og frjálsum vilja. Og það önnur staða þar sem að manneskja beitt ofbeldi til þess að verða þræll eða þjónn eða nýtast einhverjum öðrum út af ofbeldi sko. Og það þetta sem að menn rugla svo mikið saman sko. Fólk að gera alls konar samninga og svo segja að það verið að þræla væða mig með að vera heimta í uppfyllið samning minn sko. Það ekki þannig sko. Ef samningur þinn, ef þú gerir samning við eitthvað, þá ertu bara að uppfylla samningin, það ekki þrældómar og ef þú hefur gert slæman samning, þá það voðalega mikið bara þér sjálfum að kenna sko. Þú getur lent í þrældómar. Já. Ég meina þú getur líka, það eru margir sem hafa beðið að vera þrælar, bara til þess að survive sko. Til dæmis í Íslands sögunni, svona ef maður reynir að horfa fram hjá sögufölsunum í öllu því dæmi, þá voru þessir ómágar
voru að væla að komast inn á bæi til þess að fá mat og eitthvað svona, þú veist, það fólk var í þannig stöðu að besta staðan fyrir það var að komast í eitthvað skona þrældóm, sko. Með því að blekkja þrælinn, þá var ákveðið að hætta kalla hann fyrir þræl, kalla hann fyrir vinnumenn. En þrællinn kalla sig aldrei fyrir þræl og lífurinn kalla sig ekki fyrir líf. En aftur á móti, þeir sem að stjórna lífnum í landinu, þeir kalla lífinn fyrir líf. Já, en sko, það ég meina, ef að það óbúslega hart í ári, skilur, og ég hef tvennt að velja, annarkvort bara frjósa úti og deyja, eða ég get samið við eitthvað sem í betri stöðu að vera þjónninn hans eða þrællinn hans til þess að bara lifa af, að þegar ég sel mig í þá vist, þá ég í raun ekki þræll, skilur, af því ég að gera samning út frá neyð minni. Hins vegar, ef að einhver segjum að ég eigi land eða eitthvað, eða segjum að einhver varni því að ég geti bjarga mér, einhver varnar því að ég geti veitt mér fisk eða orðið mér út mat eða beitt mínum eðlilegum rétti eða mínum eðlilegum athöfnum sem mannvera hér á jörðinni, eða einhver varnar mér því sem að leiðir mig í þá stöðu að ég neyðist þess að framselja mig í eitthvað svona þrældóm, það ofbeldi. Þú getur náttúrulega gert samning við einhvern master að verða þrællinn hans. Já, en sko, það allt í lagi ef þú gerir það, eða þá ekki þræll, þá þjónn, en ef að masterinn býr til aðstæðu, brennir búgarði minn og eyðileggur allt fyrir mér, þannig að ég sé fram á það næsta vetur og ég mun bara frjósa úti eða beygja myndir vald hans, það allt annað heldur en ef ég gerir þetta í einn frumkvæði. Ég brendi einhvern veginn óvart allt drasli mitt og skemmdi allt mitt og skilur, það tvennt ólíkt, sko. Og fólk einhvern veginn ruglar þessu öllu saman, sko, fólk heimtar bara peninga frá valdstjórninni, já, við viljum bara fá peninga fyrir mat og öllu þessu, svo kemur valdstjórnin og hirðir að þeim börnun og það bara, heyrðu, hvað eru þið að gera? Þú veist, ég meina, ef þú framselur, þú veist, fólk bara meikar ekkert sens. Og það það sem að elitan alltaf að benda á, þið eru bara monster. Þú veist, ég meina, þið farið upp á hringborðið og drepi börnin ykkar og étið þau. Þú veist, það bara monster sem gera það. Elitan drepur ekki börnin sín til dæmis. Nei, alls ekki. En barnaverndarnefnd tekur líka aldrei börn af elitunni. Sjálfsögðu ekki. Barnaverndarnefnd tekur aldrei börn af þjóðinni. Hún fer alltaf í raðir lífsins og tekur börnin frá lífinu. Já, þarna ertu með skýrgreiningu sem að ég bara skil ekkert, sko. Hver þjóðin? Hver íslenska þjóðin? Hver bleikt? Ég man ekki hvað x-bleikt. Veist, hver fjólublátt? Veist, þetta bara eru skilgreiningar sem bara passa ekkert inn í neitt. Jú. Nei. Íslendingar eru skilgreindir. Það þrískipt vald á Íslandi. Það lögregla, það lögreglustjórar og það ríkislögreglustjórar. Já, ég samþykki hvert vald sig hefur sína lögreglu. Já, ég kaupi það ekki. Það var þannig að fólk kom sér upp lögreglu þjónum til þess að þjóna öryggishagsmunum sínum. Hvaða fólk gerði það? Já, það var bara svona bæjarstjórnir, þetta lögreglu þjónar voru allir í vinnu á sveitafélögunum, sko. Það voru að passa fólki í bæjarfélögunum. Já, þetta voru sveita... Fyrir fólki fyrir hverju? Það bara eitthvað vesen, veist, það ekkert að því. Ég meina, það eitthvað regla eins og hérna á heimilunni á mér. Ég meina, ég læt ekki börnin mín frá eldspýtur og segi pröfa að kveiki þessu, skilur. Það náttúrulega einhver regla hérna á heimilinu. Og það allt annað að nota lögreglu þjóna til þess að sinna sjálfsvarnar hlutverki almennings. Lög og reglur eru samin á þingi lýðs og lög og reglur gilda aðeins líðin í landinu. Það allt aðra reglur sem gilda þjóðina á Íslandi. Þú ert algjörlega... Menn og þeir geta hækkað og lækkað launin sín.
þeir eru allt öðrum lífeyrissjóðum eða eftirlaunasjóðum, þeir eru í allt öðruvísi umhverfi. Þeir geta keypt sér risastór 500 fermetra hús og ferðast út allan heim og ekki hafa áhyggjur af neinu, fjármálaáhyggjur engar, þetta allt auðmenn þjóðar. Já, þetta allt saman tilfinningarökjaður. Þetta bara... Hvað meinar þetta sé tilfinningar? Ég meina, hver heldur að hafa það best? Sá sem að getur ekki keypt sér húsnæði eða búinn einstæðar og rétt skrifti fyrir mat. Hver heldur þú að sé ríkastur í mafíuna Sopranos? Hver er ríkastur í mafíunni? Ég ætla ekki að skilgreina þjóðina sem einn mann. Það er enginn svona einn maður mafjós á Íslandi. Þjóðin er bara hugtak. Þjóðin er bara hluti af, lögreglustjórinn tilheyrir þjóðin. Nei, þjóðin er hugtak. Segðu mér, hvar... Nei, ég er að tala þjóðfélagshópinn sem að telst til þjóðar. Já, ok. Ég er ekki að tala þjóðina, íslensku þjóðina. Já, ok. Alveg sem að hvort að tala segðu mér þá, hver er kennitalan hans og varnarþing? Af hverju er lögreglustjórinn aðra kennitölu heldur en lögreglan? Nei, þú ert að tala þjóðina. Já. Já, hvar er kennitala þjóðarinnar? Hver er kennitala lýðræðis? Já, segðu mér það. Ég hef ekki vitað til þess að þetta vald sem kennitala. Nei, það eru hugtök. Þú ert bara að tala hugtök. Sko, ég er ekkert að skilgreina þjóðina, veist, bara af því bara. Nei, þú getur alveg sagt bara einhyrningur. Þegar þú segir þjóðin... Sérðu ekki að þjóðin er þrískipt? Hefur aldrei heyrt talað þrískipt vald? Hvar sérðu valdið þegar það er sagt þrískipt vald? Þjóðin er hugtak. Já, en hverjir eru það sem kalla sig þjóðin? Ég veit það ekki. Ég meina, ég get kallað mig einhyrning. Já, þú mátt alveg kalla þig fyrir einhyrning. Já, ég meina... Þjóðin getur líka kallað sig fyrir einhyrning. Og hver er þjóðin? Það er auðmenn þjóðar. Það eru mafíurnar. Þeir kalla sig fyrir þjóðina. Það er ekki lýðurinn sem skilur það fyrir þjóð. Og hver er lýðurinn? Hvar er kennitalan þeirra? Þú getur að segja hver lýðurinn er. Það er þeir sem að kjósa... Þú ert bara að tala í hugtökum, skilur. Þú ert ekki einu sinni nálagt raunveruleikanum. Hver er kjósa á þingi lýðs? Hver er kjósa stjórnmálaflokka? Já, tölum kosningar til dæmis. Hvernig getur Heldur þú að frímúrar að fara og kjósa í kosningum lýðs? Þú ert fastur í hugtökum sem eru ekki hluti af raunveruleikanum og eru í raun bara blekking. Eru þá allir með jafn mikið vald á Íslandi? Sko, það eru í raun allir með jafn mikið vald á Íslandi, já. Af hverju er þá með þrískipt vald? Já, ég get alveg spurt þig að því sama. Ef að 2 menn með vélbyssur taka 10 menn til gíslingar, hafa þeir allir jafnt vald? Þessi með vélbyssur hljóta að vera með meiri vald heldur en gíslanir. Af hverju hafa þeir meira vald en gíslanir? Þegar þeir eru kannski vopnað eða semst ekki með verkfæri til þess að verja sig. Já, en það eru 10 manneskjur gíslar og það eru 2 með vélbyssur. Hvernig getur þú haldið því fram að þessi 2 með vélbyssuna séu með meira vald, eða þeir eru allir þjóð eða líður eða manneskjur eða eitthvað? Ef gíslarnir, já við sjáum bara þarna mun. Segjum svo að gíslarnir séu líðurinn í landinu. Segjum að það sé sá hópur sem er kallað líðurinn í landinu. Þeir sem eru með vélbyssuna telja sig geta komið svona fram með fólki í landinu eða gíslarna. Það eru þeir sem að kannski segja það, nei, við höfum þetta vald. Við erum íslenska þjóðin. Við tölum okkur sem þjóðina. Við erum þjóðfélagsverkfræðingarnir. Við erum að hugsa velferð þjóðarinnar, forseti þjóðarinnar. En nú eru þessi 2 gíslatökumenn, þeir eru með 2 vélbyssur.
og þeir nenni ekki að sinna þessum gíslatöku, þeir eru búin að koma fólkinu sem í gíslingu í vinnu, þannig að þeir hafa tekjur af þessu fólki og núna segja við einn gaur þarna af gíslunum, einn af líðnum eða þjóðin eða hvaða hugtakul þú vilt sitja á þessa 10, þá taka þeir einn af þessum líð og þeir segja, heyrðu, við látum þið fá vélbyssu hérna með 2 skotum, það dugar til þess að hafi kontról á öllum hinu 9 sem þýðir að þú þarft ekki að vinna neitt, þú bara chillar og færð 10% af því sem er framleitt og þá ert þú rosalega ríkur hérna í þessu gísla ástandi en áttaðu á því að við erum ennþá með hina vélbyssuna með 100 skot þannig að þú mátt aldrei sigra okkur í neinu shootáti sko. Og þá ert að segja með það að þarna eru þá sem sagt 9 líðarar eftir og 1 þjóðari eftir eru þannig ennþá 10 líðarar og 2 þjóðarar ennþá hvernig staðan núna þá? Hvaða mann myndu þeir velja úr hóp líðsins til þess að halda á þessari veldisum þeim? Þeir myndu bara segja rétt upp hend en ekki að vinna og vilja fá að ríða öllum kellingunum og vilja bara rúla öllu hér. Rétt upp hend og það hann sem færi jobbið. Það er þetta rétta aðalum til þess. Hann sem að kemur ekki til með að snúa þessum 2 byssukúlum af hinumannum til. Já, en þú ert alltaf að tala einhver hugtök og einhverja svona... Er líðurinn í landinu, hann bara hugtök? Gíslar bara hugtök? Já, ef þú lendir í því að verða í gíslatöku, ertu þá bara hugtök? Það eru engin hugtök, sko, orð eru til þess að lýsa ákveðnu ástandi og síðan gríðarlega mikið á svona hugtaka vitleysu sem að bara ekki í neinum tengslum með raunveruleikann og það yfirleitt flokka sem trúarbrögð og fólk bara í ákveðnu stöðu, fólk annarkvort gíslar eða gíslatökumenn eða fólk lifir friðsamlega án ofbeldis en við búum í þjóðfélagi sem byggir á gíslum og gíslatöku fólki og gíslatöku fólki hefur ákveðið að framselja ákveðin hluta sínu valdi til gíslana til þess að þeir stjórna sig sjálfur þegar þeir nenna því ekki. Þeir vilja bara vera á fylleri og ríða börnunum þeirra. Er ekki gíslatöku fólki þá alveg jafn mikið hugtak alveg eins og þjóðin? Já, en sko, það þarf svolítið að velja hvort að umræðan á að vera hugtök og fabúlur eða hvort að ræða raunveruleikann, sko. Og það sem það ástæðan fyrir að svo margir þola mikið að ég svo harður á raunveruleikann. Og þegar fólk vill fara í fabúluheiminn, lýðræði, mannréttindi, halleluja, þá ég svo óhagganlegur og þá verða fólk óbáslega fullt út í mig og vill ekki horfa á rásina minna lengur sko. Og það allt í lagi sko. En þetta eru bara stöður. Það sem að fólk í ákveðri stöðu og fólk reynir að gera sem best úr sinni stöðu hverju sinni og á meðan að fólk í þessari stöðu sem við erum í, það sem að börn eru frá blautu barnsbeini kennt ofbeldi, þá munt alltaf lifa í ofbeldis þjóðfélagi. Það sem að fólk bara allan daginn að spá í það hvernig það getur beitt einhvern annan ofbeldi. Og af því að þetta svo sárt, það er svo mikill sársauki, þetta svo mikill viðbjóður, þá fólk að reyna að búa sér til einhver hugtök, sko. Já, ég að drepa börn fyrir þjóðina. Það eru kvenréttindi að drepa fóstur. Það bara, Þú veist, það þá ekki bara barnaréttindi að drepa mæður, eða það bara búin til svona hugtök til þess að halda þessu viðbjóðs ástandi. Og svo alltaf, já, við þurfum að beita bankamennin á ofbeldi núna, já, nú þurfum við að taka þessa þingmenn og beita þá ofbeldi, já, nú þarf að beita þau, veist það bara, sko, það bara endalaust verið að ræða, sko, það enginn að ræða það að hætta að innheimta skatt með ofbeldi, nei, það bara verið að spá í hvað mikinn skatt á að taka. Þannig að veist, það allir bara týndir í þessu hugarkjaftaði og það náttúrulega þjóðfélagsverkfræðin að halda fólki einhver svona, það gerir eitthvað grunn að... Þú ert að segja núna þjóðfélagsverkfræði. Já. Hvað þjóðfélagið? Hvaða félag það? Það blekkingin
það til þess að gíslarnir gera ekki uppreist. Hver býr til blekkinguna og svo talar nú til þess að gera koma í veg fyrir að gíslarnir gera uppreist. Þú ert búin að búa til 2 hópa. Það einhver sem að blekkja og svo það gíslarnir sem að við ekki fatt þetta. Ég búin að búa til 2 hópa? Já. Þjóðfélagsverkfræðingarnir og svo það gíslarnir. Já, eða við getum líka að kalla bara hópverkfræðingar eða húsdýraverkfræðingar. Hverjir eru verkfræðingar þjóðar? Þetta kallað í enskunni social engineer, en það rétt ábending hjá þér að það eflaust ekki gott að þetta falli saman við þjóðarblekkingarhugtakið. Þetta sennilega réttara að kalla þetta hópverkfræði. Já, það bara svo margir sem að misskilja þegar ég tala hóp. Það jafn erfitt að misskilja hópinn eins og þjóðin. Já, það það sem ég útskýrt með þessum hópisma, að sko hópismi blekking. Sko, hvað segir þau? Það sem ég að reyna að benda á, það að það ekki líðurinn. Líðurinn sér sjálfan sig sem hlut af þjóðinni. Það líðurinn sem að sér sig sem Íslending. Það líðurinn sem tilur sig eiga landið á Íslandi. Já, þrælarnir lifa í þeirri blekkingu að þeir trúa því að þeir eigi landi sem þeir að þræla á, já, það rétt hjá þér. Já, og það líðurinn sem trúir því að hann hafi valdið. Líðurinn trúir því að þingið sé með aðalvaldið og þeir geta bara sett lög og reglur og það, veist, þess blekkingin á bakvið þessar stjórnmálamenn. Bjarni svona og Sigmundur Davíð svona og þetta algjöru vitleysingar og við ekki hvað og hvað. Já, fólk heldur það að þetta sé fólki með valdi. Já, þannig erum við að komast á sömu blaðsíðu að þrælarnir alltaf þrælarnir velja sér húsþræla og þannig trúa þeir að þeir séu ofboðslega klárir og frjálsir og húsþrælarnir eru í samtalum við masterana sína af því að sko masterarnir sjá framkvæmd kosningana á þrælanýlundina sjálfsögðu og síðan eru húsþrælarnir til þess að halda stöðu sinni sem húsþræll og að fá að sleikja raskatað á masterunum sínum þá þurfa þeir að blekkja akurþræluna til þess að vinna óbúslega mikið að einhverju marki komast í besta húsið í þrælagarðinum eða mála húsin í mismunandi litum og þeir sem eru í bláum húsum eru klárastu akurþrælarnir og þeir sem eru bara í litlum brúnum húsum eru aumingjarnir og hlutverk húsþrælana að fá akurþrælana til þess að keppast við að hámarka framleiðni á þrælaagrinu sem þeir eru fastir á og að til þess að þeir veri ekki þunglynd og ömulegheitum þá þurfa húsþrælarnir að ná fram þessari framleiðni sko. Hver byggði þessi hús? Bláa húsið og brúna húsið og græna húsið og rauða húsið? Að sjálfsögðu gerðu akurþrælarnir það sjálfur. Ég meina, heldur að masterarnir sé eitthvað að þvælast niður á akrinum. Akkurat. En sá sem á að ráði við bláa húsinu. Ef að þeir segja sko, heyrðu, við ætlum að velja akurþræl til þess að ráða yfir bláa húsinu og að gera hann að húsþræl. Já, nú getum við tekið dæmi. Nú kannski bara eitt blátt hús og einn gaur, besti akurþrælinn í bláa húsinu og núna segir hann, já, ég bara klárastur, nú ætla ég að yfirtaka hérna vald húsþrælana og nú ég eiginlega bara orðin húsþrælinn, ég ræð mestu hérna. Þá koma húsþrælarnir og þeir binda þennan gaur við staur og drepa hann á svona Guantanamo og rannsóknarétta stæl brennan lifandi eða gera eitthvað svolítið þess að halda öllum hinum frá svona hugmyndum að þeir getur verið húsþrælar. Og þarna koma master og svo fjölskylda gaursins í bláa húsinu óbúslega ósátt og þá farið í svona eitthvað dómstól hjá húsþrælunum og þeir svona segja nei, þetta bara svona þetta gert svona. Og þá fara húsþrælarnir í einhvern erlendan dómstól hjá Sameinuðu þjóðunum með eitthvað og fara að segja svona já, þetta var nú ekki nógu gott og þá þeir í dómstól hjá masterunum sko. Og að búast við því að masterarnir fara að segja að þetta sé eitthvað ekki alveg í lagi sko. Og þarna eru akurþrælarnir, þeir ná aldrei
þeir ná ekki einu sinni að fatta stöðu sína, sko. Nei, það er nefnilega það sem... Það sem er heimskan, sko. Ok, það er akkurat það sem ég er að reyna að benda þér á þegar ég er að tala líð. Líðurinn er sá sem að fattar ekki stöðuna sinna. Já, Hann veit ekki hvert er hans hlutverk í landinu. Það er það sem að Guðjón kallaði Gólum og... Ég veit að Guðjón er alveg bara, veit alveg hvað ég er að tala um. Já, hann notar orðið Gólum og eitt annað, Gólum og Gról, nei, hvað segir hann? Gólum... Skúls og Gólums, já. Við erum allir með mismunandi orð yfir þessa hópa. Já, en það má samt svolítið passa sig, sko, ég sammála Guðjóni þegar hann notar þessi Gúl og Gólums, en þegar þú notar þjóð og líð, ég get ekki kvittað upp á þá hugmyndafræði. Nei, ástæðan yfir að ég nota orðið líður er að það snýst líðveldi. Líðveldi snýst bara líðin í landinu. Já, en þú verður að aðskilja, sko, fabúluheim og raunheim, sko. Og það er það sem að Guðjón hefur hitt beint í mark, að hann skýrgreinir einstaklingin sem Gólum eða Gólem. Þegar að Guðjón talar Gólem, þá er hann að tala akurþrælinn og Gólum er húsþrælinn, sko. Þannig að hann er, sko, þú ert að skýrgreina... Nei, það vantar bara einn þræli viðbútt. Nei. Þú ert að skýrgreina hugtök, sko. Þú ert að blanda... Veitum við, er Gólem ekki hugtök? Nei. Gólem... Nei, hann er... Ég er samt að tala það saman. Nei. Gólem er lýsing á ástandi einstaklings. En líður? Það er hugtök. Það er lýsing ástand, ekki hugtök. Ef að ég segi þessi manneskja er alvarlega veik af því að það rennur blóð upp úr munnunum á honum og nefinu, þá er ég að lýsa ástandi manneskjunar. Ef að ég segi allir Asíumenn eru veikir, þá er ég að lýsa einhver allt öðru heldur en raunveruleikanum, sko. Þeir eru ekki allir veikir á sama tíma eða, veist, og þá er ég að lýsa einhverju bara svona hópu mengi, sko. Sko, þetta er einmitt hluta þjóðfélagsverkfræðin er að rugla fólk alveg í þessum reitum, sko. Líður er hugtak yfir hópa fólki. Þú getur alveg nota hópur eða líður eða hrúa... En hvernig má ekki líður vera bara nafn á ákveðum hópum? Já, þú getur haft það þannig, þú getur kallað það líka bara bleikt eða surrealist eða surkál. Ok, hann er bleikur í skemmingum. Eða Gólem. Já, það er alveg frjálst hjá þér, en þá er áttaði á því að þegar þú tala til þess við mig, þá kvitta ég ekki upp á þessi fræði, sko. Okay. Af því að það verður að halda því óbúslega vel aðskildu þegar þú ert að, eins og maður sagði þegar maður batna Gólemin, þau eru náttúrulega með minnsta valdið á landinu. Húsþrælarnir hafa meira vald heldur Gólem. Nei, þegar verið að lýsa Gólem, þá verið að lýsa ástandi einstaklings sem að hefur ekki græna glóru í hausnum, sko. Já, ég er að tala hóp. Já, þú ert að tala hugtak. Já. Ég er að tala að skýra ákveðin hóp, ákveðinu nafni. Hvað kallar þennan hóp? Hvað hefur þessi hópur verið kallaður í mörg ár? Það sko... Hópur, ég meina, þú sérð ekki skóginn fyrir trjánum, sko. Hvað er hópur? Já, hvað er skógur? Hvað er hópur án nafns? Segðu mér hvar ég get fundið skóg. Ég sé ekki fyrir trjánum. Hvar get ég fundið skóg? Nei, ef þú ert með hóp, og svo ertu með marga hópa, okkur máttu ekki skýra þennan hóp einhverju nafni og þennan hóp einhverju öðru nafni? Já, ég meina, þú mátt skilgreina. Já, þú mátt alveg skýra skóg, hópa trjám, eða líðskóg, eða líðtré, eða þú getur skýrt það hvað sem þú vilt. En hins vegar verður átt á þeirri staðreind. Ef ég ætla að tala við þig þessa þrjá hópa sem ég vil tala við þig, sem ég skipti í Íslandi upp í. Við segja að hópur 1, hann gerir þetta og gerir hitt. Og svo hópur 2, hann gerir þetta og hitt. Og svo hópur 3 sem hefur mesta valdið, hann gerir þetta og gerir þetta svona.
Já, Þá ég komið með 3 hópa, en til þess að geta skilgreint hópana, okkur má ekki skýra. Ódýrustu hópurinn, líðurinn, getum við kallað fyrir gólem. Þú getur alveg sagt að 2 + 2 séu bleikt, til dæmis. Nei, ég að tala af hverju getur við ekki skýrt hópinn í koreografíu? Þú getur gert það, en þú ert að nota í röngu samhengi, sko. Þú getur ekki ruglað samhenginu. Af hverju forseti Íslands líka titlað sig forseti lýðveldisins? Hann reyndar ekki lengur, hann hætti því í júní 2012. Þú ert svo langt út á túnið, sko, það þarf að senda björgunarsveit eftir þér eitthvað. Sko, skógur, það ekki til neitt sem heitir skógur. Skógur nafn á mörgum trjám. Já. Og skógur fjallar líka tré sem sko, það kannski birkitré og það grenitré, það alls konar tré bara stödd á ákveðum stað og það kallað skógur. Já, ok, þannig að við mögum ekki kalla skógin fyrir þrastaskóg. Til þess að viti hvaða skógar þykni ég að tala um. Hvað þýðir þrastaskógur til dæmis? Með þrastaskógur nafn á þessum skógi. Á þessum hópi skógs. Þessu skógar þykni. Já, en þú getur ekki farið að sko tala sko... Ef ég segi þér, ég ætla að fela mig út í skógi. Getur eitt tréð sem að vantar meira sólarljós sagt við hitt tréð, ég ætla að drepa þig af því að skógurinn sagði mér að gera það? Í hvaða skógi var þetta tréð? Já, ég meina, þú ert að tala svolítið svona, sko, þú ert að tala eins og skógurinn hafi eitthvað vald. Nei, ég bara að reyna að fá því að ég að tala um ákveðin skó eða einhvern ákveðin hóp eða einhvern ákveðin flokk. Flokkurinn getur heitið sjálfstæðisflokkur. Þú nú bara eitthvað svikist að horfa á vídeóum mín, sko. Nei, þú bara hreinlega ekki að skilja þess. Jú, Af hverju má ég ekki segja þér að ég hafi skroppið helgina út í skó? Ég hafi skroppið í þrastaskó. Þar hafi ég týnt sveppi. Ég var bara að segja þér rétt áðan að þú mátt alveg segja að 2 + 2 séu bleikt. Ég ekkert að banna þér það. Ef ég fer út í þrastaskó, þú mátt kalla skóginn hvaða nafni sem þú vilt, en það breytir því ekki að 2 + 2 sama sem bleikt ekki stærðfræði. Að skógur getur aldrei veitt einu tré réttindi umfram annað tré á þeirri röksemdafærslu að skógur hafi gefið einu tré vald. Þegar ég segi þegar ég hafa verið í þrastaskó, þá ég raun verið í Víðisteinsskó. Já, betur, þú ert ekki... Þegar bleikt. Hafni, þú ert svo langt... Þessi skógur þarna sem ég að benda þarna á, þetta þrastaskógur. Þú ert svo langt út í mýri að ég maður bara hátur. Nei, af hverju má ég ekki kalla þennan hóp á Íslandi fyrir líf? Byrju, hvenær hef ég sagt og ég var að enda við að segja við að þú mátt kalla allt það sem þú vilt og bara alveg eins og þú vilt, þú mátt segja 2 + 2 séu bleikt, þú mátt kalla þetta þrastaskó eða hinn skógin eða þetta skógin eða hinn, hvaða skó sem þú vilt, en það breytir því ekki að þá það þrastaskó? Nei, það breytir því ekki að ég kvitta ekki upp á það. Þú mátt lifa allt þitt líf í þessum hugmyndaheimi sem bara svona einhver svona hugarvellur, það bara þitt val og ég virði það val. Það þín hugmynd að 2 + 2 hugmynd. En hins vegar, ef við ætlum að tala einhvers konar raunveruleika, þá ég alveg til í það, sko. En ég hef óbúslega lítinn áhuga að ræða þennan fabúluheim, sko. Ég veist að þú ert ekki að fatta hvað ég að tala um. Ég veit nákvæmlega. Ég trúi ekki á lífveldið. Ég trúi ekki á lífveldið. Nei, ég sé hvernig lögunum smiglað inn í lífveldið. Þú ert ennþá alveg fastur í... Nei. Nei, við vorum að tala um þjóð og líf. Já, það eru hópar. Það 2 hópar. Já, það eru hópismi. Já, sem að þjóðin á Íslandi, Þú ert ennþá fastur í hópismi. Nei, það bara rátt. Það bara þín hugmyndafræði. Veitu, hvað líður?
ákveðin hópur. Já, nákvæmlega. Og, já, þú ert að tala... Af hverju spyrðu, hvað líður? Og ég segi það sé ákveðin hópur og þú segir bara já, ok. Af hverju segir það lygi mér? Það bara blekking. Að ég sé fastur í mínum hugmyndi. Þetta ekki ákveðin hópur. Þú bara sagðir það sjálfur. Ég spurði þig hvað líður og þú sagðir það hópur. Ok, hvað heitir þessu hópur? Það skiptir raun engu máli. Það bara hugtak. Nú? Ég meina, má ég ekki kalla hana hóp fyrir líð? Ég meina, ef þú skiptur nafn á hugtaki, breytir það einhverju? Nei. Þú mátt alveg kalla hennan hóp fyrir gólem, hann ekkert skárið fyrir það. Nei, gólem lýsing á raunveruleika, á einstakling. Það eins og ég get sagt, þetta tré hefur tapað öllum greinunum sínum. Ég get sagt það, ekki? En getur ekki líður verið skilgreining á ákveðnum hóp? Ef ég sé grein falla af tré, þá get ég lýst því að það fjall grein af þessu tré. Það raunveruleikur. Ég get ekki sagt þessi grein fjall af skóginum. Það ekki rétt. Það rangt. Hún fjall úr skóginum? Já, þú getur sagt það. Hver var það sem að kallaði þennan hóp sem að var í ósáhaldabyltingunni? Þú ert ekki einu sinni búin að ná þessum grundvallar atriðum, sko. Jú, ég alveg. Já, þú talar ekki þannig. Þú talar ekki þannig allavega. Nei, þú aðdáð á það að ég taldist til þjóðar. Þú ert, hvað segirðu? Ég taldist til þjóðar. Ég var ekki líður þegar ég bjó í Íslandi. Já, ég meina... Þjóðin hugsar allt öðru sem heldur líður. Ég meina, ef að tré í skóginum segir, ég ekki þessum skógi lengur. Já. Það var að koma með landamæri kringum tréð. Það getur alveg verið rétt hjá trénu. Skógurinn nær bara heima trénu. Sérðu ekki gallan í rökunum hjá þér? Já, þetta var á hann. Ég meina, ef að tréð segir, ég ekki hluti af þessum skógi lengur, hvað hefur breyst? Ég sagði ekki að ég væri ekki hluti. Nei, svara... Ég að segja að ég tilheyrði íslensku þjóðinni. Nei, ef að tréð segir, ég ekki þessum skógi lengur, hvað hefur breyst? Ef að skógurinn segir við tréð, þú tilheyrir ekki skóginu lengur. Sko, ef að tréð sem statt í skóg, það sem við kallum skóg, ef að það segir, ég ekki þessum skógi lengur, þá það hefur akkurat ekkert breyst í raunveruleikanum. Eina sem hefur breyst eitthvað svona hugar ástand. Þetta tré telur sig, þetta tré telur sig ekki lengur vera neitt hluti af skóginum, en hugtakið skógur lýsir trjám sem standa svona saman á ákveðnu svæði. Það hugtakið skógur. Þú ekki að sjá muninn á húsþræl og akurþræl. Hins vegar getur tréð sagt, segjum að sé merkimið á tréni sem segir að þetta greni. Þetta tré getur rannsakað sig og sagt, heyrðu, ég birki. Skilurðu? Það getur sagt það, ég ekki greni, þessi límmiði passar ekki, ég birki. Það getur alveg verið. Það er að rökraða það, það er að velta því fyrir sér. En ef að tré segir ég ekki þessum skógi lengur, það bara, Nei, ég skógi hinum en á nettinu núna, eða á Mars, eða eitthvað, það þetta sem að sósíal verkfræði, þetta þessi hópverkfræði. Það bara allt í einhverjum graut hérna. Nei, þú ert að flækja málið. Sérðu muninn á húsþræl og akurþræl? Já. Hver hann? Staða þeirra. Ok. Það að segja meira? Nei, En hver muninn á húsþræl og akurþræl? Þetta tveir hópar, þetta sami hópurinn? Já, það ekkert falið í þessu orði, þannig að það getur verið einn akurþræll og einn húsþræll, þá það bara tveir, eða ekki? Já, og hver muninn á akurþræll og húsþræll? Staðir. Það staðir, já. En ef að ég sé að akurþrællin sé í annara stöðu og húsþrællin í hinni stöðu, þið þá ekki búin að skipta sér tvennt?
þeir eru samt sem áður báðir þrælar. Já, þú ert að segja það sama og tréð sem að segist ekki lengur tilheyra skóginum. Sko, að lýsa orðið... Já, þá erum við bara að hanga út í nafninu þræll. Nei, orðið akurþræll... Það engin munur á akurþræll og húsþræll. Þeir eru báðir þrælar. Akurþræll sá sem að á akrinum að vinna hörðu vinnuna, að sita, rækta og uppskera og vinnur í þeirri stöðu, og ef að þessi þræll vill ekki vinna þá verður hann beittur ofbeldi eða drepinn. Húsþræll sá sem hefur verið valinn eða einhvern veginn komið sér eða einhvern veginn lent í þeirri stöðu að hann býr í óðalssetrinu og hann framkvæmir pyntingarnar eða morðin á akurþrælunum eða þeir haga sér ekki vel. Hann vinnur ekki erfiðisvinnuna og einu munurinn á þessum tveim þrælum staða þeirra. Jú, þeir eru báðir þrælar, en þeir eru mismunandi stöðu sem þrælar. Og innan akurþræluna getur líka verið píramídi, það er eitt sem að láta hann vinna ógeðslegustu störfin. Sko, það sem að ég að sjá munin, það að það sem að þeir sem að telja sig íslensku þjóðina, þessir auðmenn, bankastjórarnir og seðlabankastjórarnir og ráðherrarnir og allir þessir sem eru að titla sig sem íslensku þjóðina, þeir titla sig sjálfur sem íslensku þjóðina. Þetta eru þrælarnir sem titla sig sem húsþrælar. Ef að ég húsþræll og ég titla mig sem húsþræll, og það alveg rétt hjá mér, ég húsþræll, og ég síðan stjórna akurþrælunum. Ég húsþrællin sem stjórna akurþrælunum. En ef við horfum á dæmið þannig, það eru húsþrælar, það eru akurþrælar sem eru í þessi erfiðisvinnu, og svo þessi húsþræll sem fær að sofa í kjallarann í húsbóndanum og fær aðeins betri mat. Núna einn daginn húsþrællin orðinn svo fullur og ruglaður og hann segir, já, ég Guð núna. Nú ég ekki að kalla, ég Guð, sko. Hefur eitthvað breyst? Það hefur raun ekkert breyst nema hann farin að kalla sig einhverju öðru hugtaksnafni heldur en hann gerði áður. Það bara alveg eins og tréð í skóginum sem að segir, já ég ekkert hluta af þessum skógi lengur, ég núna engi eða ég ský eða himinn eða stjörnukol eða eitthvað, hann bara, já, ok, ef þið líður þannig í dag þá það allt í lagi. En það svo langur vegur á milli svona hugmyndahluta og svo raunveruleikan, sko. Að húsþrællin, þótt að hann fara að kalla sig Guð og akurþrælarnir fara að kalla sig engla og masterinn segir kannski, já, ég skal kalla þig Guð og þig engla ef ykkur líður betur með það, ekkert mál. Hefur eitthvað breyst? Nei, þeir eru jafnmiklir þrælar samt sem áður. Nákvæmlega. En málið það, ég kalla akurþræli fyrir akurþræl og húsþræli fyrir húsþræl. Ok, við skulum aðeins breyta þessu. Ég kalla akurþrælinn fyrir lýðþræl. Í staðinn fyrir að kalla hann akurþræl, þá kalla ég hann lýðþræl. Og húsþrælinn kalla ég fyrir þjóðþræl. Þræl þjóðarinnar. Ok. Og hvað hefur breyst? Já, þeir eru munurinn á akurþræl eða lýðþræl og þræl þjóðar. Húsþræli. Þeir eru munurinn á þessu tveim þræli. Þú ert alltaf bara ég ekki að biðja þig að kalla það báða fyrir þræla. Ég að segja, annar býr við betri aðstöðu þetta hinn. Já, það Hann heldur það að hann sé ekki þræll. Því að húsþrælar, þeir halda þeir séu bara stjórnendur. Þeir séu þeir sem að stjórni þrælunum á út á akri. Já, þeir trúa því að þeir séu eitthvað svona. Og þessir húsþrælar, þeir rétta fram valdið og rétta ákveðnum mönnum á akrinum prik til þess að berja þrælana áfram. Og segja, heyrðu, þú ert orðinn þræla stjórnandi. Þú átt að stjórna þessu þrælum, en þú átt líka að passa þeir séu ekki að slást við komum. Þetta lögreglan á akurþrælinu. Lögreglan sem bara að passa akurþrælinu. Þetta eru bara þrælar sem eru með prik. Þetta það sem ég hef gert í þessum fræðum mínum hérna á Frelsi TV,
að byrja á því að lýsa stöðunni sem í gangi án þess að vera með nokkur hugtök og ég svo þurfti að beita mig svolítið aga í hugsun. Það bara ekki hægt. Jú, það eru sko, og það reyndar, ég held að ég sé sá fyrst á Íslandi sem fór að lýsa valdstjórninni sem skipulögum glæpasamtökum og ég fór að benda á að bankarnir stunda skipulagða glæpastarfsemi og þetta mengi. Það byrjar með að skilja grunninn á bara stöðu á taflborðinu sko. Þú veist, það bara, þú veist, sko, það hérna, þeir sem eru í ákveðinni stöðu og eru með hausinn fullan yfir því að þeir séu í lýðræði eða lýður eða þjóð eða eitthvað svona hóphugtök. Ég get alveg unað þeim því til þess að blekkja sig frá eigin sársauka en það endar alltaf með því að þú þarft að horfast í augu við raunveruleikann og í raun er kvöl mannsins munurinn á raunveruleika hans og einhverjum hugarheimi sko. Það kvöl mannsins og þess vegna fólk í svona miklum kvölum að það sturtað í það í vörubíla vís lyfjum til þess að reyna að bregðast við þessum mun á raunveruleika fólks og einhverjum svona fabúlu heim. Og þess vegna ég kannski svona ekstra harður á því að hlutinni séu kallaðir réttum nöfnum, sko. Og það þetta sem að verið að segja í dag að því að skógurinn segir að þá neyðist við að höggva niður þetta tré og að því að skógurinn segir að þá ætlum að þurrka upp öll birkitrén eða grenitrén eða það umræðan sem í gangi og umræðan bara nei, skógurinn sagði þetta taka birkitrén, nei, skógurinn sagði þetta taka grenitrén og þetta bara, allir í þessar umræðu sko. En ég meina, akkur á birkitréð eitthvað meiri rétt heldur en grenitréð? Hvaðan kemur það? Þetta akkur valdi bara voru serbar bara valdir í lögregluna í Júgóslavíu. Já, þú veist, það alltaf, þessi blekking alltaf í gangi, hún hefur verið í gangi frá því í Babylon og við getum ekki rakið okkur lengra en það eru 6.000 ára. Hvað gátu Júgóslavar gert þegar lögreglan fór á stað í stríðinu? Ég þekki það ekki, það náttúrulega, þessi stríð öll saman framkvæmd með sömu blekkingunum og byggja á heimsku fólks. Hver sá sem í mestri hættu á Íslandi ef það brýst út ykkur læki? Að hverjum verður byssónu vísað? Það ekki gott að segja. Þetta sé þeim sem vísað beint að ráðamönnum þjóðar? Það sko... Þú sér hvað gerðist í Rúmeníu þegar að Ceausescu var drepinn þar? Það hrundi bara allt kerfið. Já, sko, megin þorrin að þjóðinni verður drepinn með svona vírusblekkingum og í gegnum læknaapparatið, sko. Megin þorrin að liðinu verður þannig. Mikið af húsþrælunum átta sig á því plotti, þannig að þeir verða drepnir bara the hard way, sko. Sett bara skotnir eða. En megnið að líðnum mun ganga í gröfuna sjálf, sko, og svo það bara móka yfir, sko. Þetta sem þú kallar þjóð eða líð eða hópurinn, sko, eða hvaða magnorð við viljum hafa yfir það. Guðjón kallaði góleminn. Já, það eru fullt af gólemum sem halda þessu gól, sko. Já, það náttúrulega fullt af fólki, ég meina, sem heldur að getur flogið og það kemst að því fljótt að það getur það ekki þegar það fyrir upp á háar byggingar. Það er fullt af fólki sem að trúir því að það sé ekki þrælar. Já, það er fullt af furðulegum hlutum í gangi, sko. Það alveg hárrétt. En það er óbúslega gott. Fólki sem að telst sem líður og talin sem líður og uppnefndur sem líður og niðurlagður sem líður. Kallaður óþjóðalíður og allt sem hann segir kallað líðskurinn. Já, þessi hópur þetta fólk að það teljist til þjóðar.
Þetta fólk haga sér eins og monster, það talar eins og monster og það sýnir öll einkenni monsters. Það sem kallaði monster, já. Þetta fólk veit ekkert í hvaða stöðu það er. Fólk, Sko, næst skulum við bara kjósa Pírata. já, einmitt. Ja. Kjósa Og fyrir mér er stjórnmálamaður í stjórnmálaflokki eingöngu að snúast í kringum líf og lífveldi sem er blektasti þjóðfélagshópurinn. Já, eins og þessi skoðanakönnun með Pírata, sko, það er, fólk virðist alltaf gleyma því að það er hvert einasta heimili á Íslandi hlerað. Og þegar tekið random úrtak þá eru leyniþjónustan með aðgang að öllum tölvum heimsins. Þannig að þegar tölvan er að reikna random þá eru þeir búin að setja listan inn, þannig að þeir geta fengið bara hvaða niðurstöðu sem þeir vilja úr skoðanakönnunum. Og einhverja hluta vegna er verið að stilla Pírötum fram á Íslandi og það er Tókst eftir þegar Pírata fóru fyrst fram hvað sjálfstæðismenn voru fljótir að hlaupa upp og upp þarna. Það er leikrit, það er leiksýning. Nei, þeim var strax sagt að þeir. Nei. Þeir hættu því mjög fljótlega. Það er rosalega lítið á því að aðrir stjórnmálaflokkar séu utan á. Þetta er allt saman leiksýningar. Já, það var einn og einn stjórnmálamaður sem að rauk upp og sagði að þetta væru bara fíkniefnaneytendur og einhverju bjánar og fábjánar. Já, og hvað gerðu þeir svo eftir þingfundin? Nei, svo var bara sagt hei, þegið þið, og það heyrðist bara ekkert meira í það. Sko, til dæmis þegar þú horfir á fjölbragðaglímu, þú veist að það er fiffað, sko. Þeir fara í hringinn og berjast eins og þeir ætla að drepa hvorn annan, svo fara þeir allir bara á barinn og eftir þegar leiksýningun er lokið, sko. Og sama er með þessa trúða sem eru í þessum þingstörfum. Þeir fara í þingsalinn og sita á svið eitthvað svona rosalega ágreining og læti, svo fara þeir bara allir á fyllir í saman, sko. Já, en þeir fatta það ekki sjálfur. Já, sumir eru alltaf svo nýtsamir fábjánar, það þarf ekki einu svona múta þeim, sko. Þeir bara ganga inn í þessi hlutverk eins og fábjánar. Það er náttúrulega ódýrustu próflemin eru þeir sem að ganga bara inn í vitleysunna, sko. Það er náttúrulega einhver sem að færa þá til þess að vera að starta í þeirri stöðu að fatta ekki. Já, það er náttúrulega þetta fólk er stór skaðað eftir ofbeldi skólakerfisins og... Já, þar eru við reyndar alveg saman. Þannig að þetta eru allt saman fórnarlömb, sko, það er alveg... Ég var svo heppinn að vera einn af fyrstu nemendum Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Þar komu inn gríðarlega ferskir og menn með kennara með mikinn metnað. Já, inn í greinarnar, en bóklegu greinarnar voru hræðilegar, sko. Já, og ég var svo heppinn að fá aðalkennarinn hjá mér. Já. Hann hafði svo mikið metnað og hann gerði mikið grín af stærðfræði hjá mér. Sagði mér ekki kunna reikna. Já. Ég sýndi honum að ég kynni það nú. Svo þegar hann var búinn að sýna mér hvað ég væri að gera vitlaust, þá tók það mér reyndar mörg ár að fatta það. Það var búið að kenna mér veist að 2 + 2 væri 5. Já. En ég hef töluverðar áhyggjur af því að við séum komin svo langt að við munum ekki, reyndar unga fólki vakna rosalega hratt, sko. Og þeir sem horfa mest á rásina mína eru til dæmis, milli 24 og 35, held ég. Eða svona milli 20, 35 plus, eða 30 plus, það er það fólk sem horfa mest á mig. Og til dæmis á X-inu í Harmageddonu, það er gríðarlega mikið hlusta á mig, sko. Og þetta er að gerast allan heim, að unga fólkið er að vakna svo rosalega hratt, sko. Ég held að það gerist rosalega mikið í heiminum á næstu 8 árum. Ég held að talan 2025 er ofboðslega mikið að koma upp. Þannig ég held að verði ofboðslega mikið af þjóðfélagsbreytingum, hvort að það verði allt kolvitlaust 2025 eða þá að þessar breytingar búið. Það eina spurningin er hversu öflug eru þessi gereyðingavopn sem verður leyft út núna, sko. Það er eina spurningin, eina breytan í dæminu er hversu öflug vopn verður leyft
á hópið núna. Svo veit maður náttúrulega ekkert hvaða vopnum þeir beita. Þeir geta ekki framkvæmt þetta með hörðum vopnum. Þeir verða að gera þetta ekki eigarnir og ég meina það allir að þvælast inn á læknastöðar og fá alls konar drasl með þetta alltaf fullt af eitri. Og hluta af þessu eitri gamlega að magna upp með eitthvað af þessum bylgjum sko. Og það er svo mikið að eitri í gangi í matnum og það bara þetta fólk hefur alltaf unnið mest með eitri, alltaf þessar plágur sem að sögur fara svartir döður og það er allt saman eitrarnir. En getur það ekki verið þetta chemtrails þegar það spreyja bara einhver rusli hérna yfir okkur núna og svo bara einn daginn? Þá verður þetta kannski fullt af einhverju eitrarnir. Það getur verið eins og epoxy sko, það getur selt, þegar sumir framleiðendar epoxy líni, þeir auglýsa ekki epoxy lín, þeir auglýsa epoxy efni, þetta er ekki lín þegar þú blandar það sko. Já, til dæmis. Þannig að ef þú selur einhverjum svona 2 þætti af efni og segir að þetta sé lín, þá er það auglýsa. Nú skrólar þú svakalega sko. Já. Það ég segi sko, ef þú selur einhverjum 2 efni, þá er það ekki lín sko, það er bara þessi 2 efni. Heyrðu núna eða? Nei, það ískar mikið, já ég heyri hvað þetta að segja sko. Já, spurning hvað hlustendur segja, hvort það fyrir. Ekki allir farnir? Nei. Ykkur eftir hana? Djöfis vittlýsingar eru þetta. Það er kærlega til að sýta. Þetta hlusta á þetta. En málið sko, það er möguleiki að þessi eiturefni sko séu þegar einu þætti er bætt við þá breytist eiturmagnið. Já, veistu það er bara mjög hugsandi. Það veit ekkert hvað dettur í hug. Þeir eru náttúrulega þetta kunnaðir sko. Já, svo öskra þeir út af 0,027 mikrogrömmum af CO auka útblæsturinn frá Volkswagen. Á sama tíma þá fljúga hérna 800 þotur fram og tilbaka, gerir ekki neitt. En hins vegar, þeir reyndu þetta, hvað var í fyrra hittingra, þeir reyndu ebólu dæmið, sko, það var allir að drepa rosalega mikið af fólki. Já, það var nú bara að expósa bara svo rosalega mikið á netinu, þeir þurftu að draga það allt tilbaka. Já. Og það er þessi sírus, þessi síkavírus, það er búið að expósa hann bara, sem að ég gera það bara samtlæðast. Heyrðu, ég var alltaf að benda á, þegar ég var að byrja, var ég alltaf að benda á smáauglýsingar sem að voru, dópauglýsingarnar sem að voru fluttar inn til landsins, sem að voru þá að DFF, það voru smáauglýsingar vörustöðu, það var meira að auglýsa eftir að greiðingar og að hefðu samband við það sem voru að dreifa dópinu. Ég skrifaði það nokkru sinnum á Facebook og Hafþór tók reyndar eftir þessu. Að þetta væri smáauglýsingar og allt í einu hvarf þetta, ég hef ekki séð þetta síðan. Já, það er spurning hvort að þessi meiklarar sem séu hlustandahópur sem fer ekki frá frelsi til þótt að séu tæknitöflur og allt. Það er ákveðin hópur sem séu ekki gegnum tundan. Já, það er svona, ég er að fjölskyldan við fá mig í áttin. Það heyrist ekkert í fjölskyldan sem er einangraðarnir í? Já, ég er með hérna stúdíó og ég var að segja montan að því í þættinu sem ég gerði í dag að ég væri með svipu hljómgæði og ríkisútvarpið. Já, bara nokkru milljónum mótrirarnir? Já, nokkru milljónum mótrirarnir, sko. Okkur segir ekki bara að þetta hafi kostað 1,5 milljón? Mikið flóttari tala. Já, það er spurning hvort að ég get ekki rukkað einhverja með ofbeldi fyrir að hlusta á frelsti tíu, en það geta allir hlustað á þetta. Þetta er alveg, ég meina, ég get hlustað að rukkað alla heimsbyggðina. Getur ekki bara rukkað allar sem eru að horfa á þig? Eru þeir ekki búin að gefa bara eina samþykki fyrir að þeir séu rukkaðir með því að horfa á þig?
Nei, ég meina, þú þarft að borga RÚV hvort sem þú hlustar eða ekki, sko. Það er bara Já. það að þú átt möguleika á því að hlusta, ef þú átt útvarpstæki, þá ertu bara rukkaður með valdi. Okkur segir ekki bara á einni rásinu þannig að þeir ber líka á því að hver svo sem hlustar á mig á það að hætta að ég koma og sæki það sem hann skuldar. Nei, ég hlýt að geta rukkað allar bara með ofbeldi sem eiga tölvu. Þeir geta tæknilega eða farsíma, eða svona smartsíma. Þeir geta tæknilega hlustað á mig. Það er nú ekki marga krónur á hverjum til þess að fá nú nokkra tölur ef þú hýrðir á öllum til að vera að kíkja á þetta. Hvað er þetta ekki 17 áskallar mann á Íslandi? Þetta er rosalegt. Þetta er Sko, miðillinn sem að blekkja þig sem mest, að hann skuli fá að geta rukkað þig fyrir að láta blekkja þig. Og hérna í Svíþjóð þá er miðill sem við erum neitt til þess að borga af og þar var í Family Guy svona teiknimyndaseríu. Þar sagði úlingurinn á heimilinu, eigum ekki bara gangi í herinn og nauðga brúnum konum eða brúnum stelpum. Þetta var sagt hérna í teiknimyndaseríu hjá sænska sjónvarpinu, ríkissjónvarpinu. Er þetta í lagi? Ég veist að það, ég er hálf smeykur þegar ég er að kveikja útvarpinu fyrstu fréttum. Ég reyna að sniðganga þær í hérna útvarpinu. En sérðu ekki hvað er harðari heilaþvottur í fjölmiðlum í Noregi heldur en nokkuð sinni í Íslandi? Veistu að þetta er svo rosalegt að ég er bara eiginlega búin að taka það ákvörðum að hlusta bara ekki á fréttatíma. Þegar klukkan slær 1 ef ég er út í bíl á heilutímanum þegar fréttina byrja og þetta er líka hálftíma fresti. Hverjum einasta fréttatíma, alveg saman hvaða stöð ég fer inn á, þá er flóttamannasæðið og það er ofboðslega hart og þeir kalla þetta fyrir sílsökari. Já. Er það líka í Svíþjóð, sílsökari? Já, þetta er staðan. Ég sá hvernig þeir léku sér með orðum þangað til þeir fundu sílsökari. Sílsökari er mesta blekkingin. Já, en svo er það með sko, ég horfi náttúrulega á sænska, norska og íslenska á tímabili og horfi á þessar 3 fréttastöðvar. Það er engin munur á fréttunum. Nei, og líka það sem er svolítið merkilegt. Ég sé frétt í Danmörku eða lesum frétt í Danmörku, svo er allt í einu þá orðið sem íslensk frétt. Og eins sé ég að þeir taka enska frétt og gera hana rosalega merkilega. Það var maður sem var að flytja múrstein á milli húsa. Og hjólbrunnar þar ultu á hliðina og hann var þarna í marga klukkutíma og enginn kom út til þess að hjálpa hann og hann öskraði og gargaði. Og hvað er svona frétt að gera í íslensku fjölmiðlum? Já. Ég líka sá hann dönsku fréttir, sko. Þetta er sama prógrammið í öllum þessum 4 löndum, sko. Ég er nú deilt í með nokkru, ég veit ekki hvort ég var búin að deila þið með þér. Ég lenti því að stelpan mín var tekin og má sprauta með heróíni. Já. Og svo allt í einu þá kemur rosalega sérkennileg frétt þar sem að er mynd af konu þar sem hún stendur í lík mannsins og öll fjölskyldan er brosandi og sagt bara ég man ekki hvernig hún var að orða sko að heróíni getur verið hættulegt sko. Já. Þessari frétt er deilt á mig og sagt, sérðu, finnst ekki þessi frétt skrítin? Já. Ég leið og ég sá fréttina, þá vissi ég bara leið og ég sá hann að þetta voru skilaboð til mín að eitthvað hefði komið fyrir stelpunni. Já. Því að ég hafði ekki heyrt þá í stelpunni í 2-3 daga. Já. Við ákveðum það að mammenar flýgu til Íslands bara í einu grænum kvelli. Það kemur svakaleg frétt á Vísi. Íslensk móðir kemur og bjarga barninu sínu. Já. En það er enginn sem að tengja þetta með okkur. En hverjum er verið að senda skilum? Já, ég er reyndar, sé ekki alveg svona þröng skilaboð í fjölmiðlunum, sko. Þetta gerir sama dag, 15. Það er komið sama dag, sko. Því að þetta gerðist rosalega hratt. Við náttúrulega sé alveg svona undirheimafréttir. Það er sérstakt formóðin, það eru sérstakar myndir sem fylgja því. Já, ég veit. Og orðaleikirnir eru náttúrulega rosalega villandi og blekkjandi. Já, það er nú svo. En heyrðu, við þurfum að spjalla saman aftur. Það er gaman að takast á. Og hérna, þetta er eilífa glíma.
Ég fæði til þess að fatta þetta einn daginn. Ég næja heilum á því. Já, við hérna... Nei, það auðvitað, náttúrulega, sko, við gerum alveg fulla grein fyrir því, við getum ekkert verið að skilja þetta með sömu orðum, sko, við verðum bara að finna bara hvaða orð við getum notað gólum og góls, ekki nema við þurfum bara í gólum og góls. Já, það er bara sem eitthvað Guðjón, það er fullt af atriðum sem við höfum aldrei orðið sammála sko, það er bara í góðu lagi. Já, það er bara, við verðum að þola það, við erum ekkert margir. En það er bara, ég sé þetta hugtaka blekkingu svo sterkt sko, og þess vegna bregst ég svo hart við þegar ég sé hana það þarf að halda því svo vel aðskildum. Já, tökum þetta næst. En ég þakka þér fyrir í kvöld. Það er sömuleiðis. Og hérna þú þarft að skoða betur þarna kontrólið á það var gott kontról núna í lokin og líka ekki þessi mikil hljóð sko í. Já, þegar að fjölskylda kemur heim aftur, þá takmarkar þetta aftur. Já, og það er rosalegt dagmál hjá þér sko. Ég er með stígan hérna upp á efri hæðina, upp á þriðju hæð. Þú þarft að koma upp stúdíu, ekki það? Það verður einhver, já, ég þarf náttúrulega bara, þegar ég tek þetta, að fá farartöluna hjá konunni og loka mig bara eins og með það. Já, hafa teppi alls þar og eggjum út allt. Við erum með herbyggi hérna sem er alveg þögn í. Já. Þau eru mismunandi kvöldherbyggin hérna. Ég setti til dæmis þetta hérna og á vitlausum stað í húsinu. Já, einmitt. Þetta er kaldasti staður í húsinu. Já, ég fæ hérna alveg heilt herbyggi fyrir mig. Þá vil að börnin stækka þess, þá var ég með hendur út á þetta. Yes. Heyrðu, en góða stundir og hlustendum og þessum félugum þarna sem ég sá að voru hætti. Takk fyrir að kella fyrir. Ég beði að hilsa til Norex. Já, sem reist í síðan. Já, bye. Já, ég þakka ykkur kæra hlustendur fyrir komuna og þolinmæðina með tækni tímabilinu, tækni árásum, leyniþjónustuna. En allavega, alltaf velkomin aftur á Frelsi TV og þið þurfa að ganga varlega styrktarlinkin á vefsíðu Frelsis, það er búið að ofnota svo mikið að það hálfa að vera nú, bara varlega með takkan. En takk fyrir komuna, góða nótt Arni.